og ég bara held að flestir á einhvern hátt bara svona dýrki eitthvað við Bandaríkin og hati svo annað sko, en það bara eðlilegt, það svona ýmislegt geggjað í þessu landi og annað ekki. Þetta einhver svo stórt land, Þetta er alltof stórt land, þetta ætti ekki að vera eitt land. Nei, þú veist. Þetta 50 lönd. Já, akkurat, það gæti verið 50 lönd. Þetta svo að segja að Evrópa væri breytt land. Já, Liggur við. Þetta svolítið þannig, sko. Já. Þess vegna er oft gert grín að því í bandarískum myndum að þú veist, að bara eitthvað, Europe, þú veist, eins og Europe, bara Evrópa sé bara eitt land, bara eitthvað, we're going to Europe. Bara, hver? Þú veist. Er það fyrir Íslands eða Frakklands? Rússlands, eða þú veist, hvað er þetta að tala um? Það er ekki alveg að samanfara til Slóvaki og Færeyja, kannski. En ert þú hrifin af Bandaríkjunum? Bursið frá knattspyrnunni? Þú veist, hefur þú farið þangað? Ég hef farið þangað alveg nokkuð oft, sem sagt, kona mín, hún var að vinna sem flugfreyja og þá gæti hún tekið mig stundum með í stopp. Þannig að ég hef á síðustu árum farið til Philadelphia og Boston nokkur sinnum, New York og Washington og mér finnst það geðveikt bara. Þú veist, þetta eru svo flotta borgir og bara, þetta er allt eitthvað svo stórt og flott. Geggjað. Það er eitthvað spennandi Bandaríkin. Já, það er bara alltaf þannig. Sko. Það er eins og allt sé mögulegt. Veist, okkur er talin trúum það í bíómyndum, en það er svolítið þannig. Veist, það er oft einhverja svona sögur bara af einhverju fólki sem kom til Bandaríkin og átti ekki neitt og var síðan bara eitthvað, þú veist, forríkt og eitthvað. Landtækifæri. Já, það er alveg sannleikur þar, sko. Þú veist, þannig að, og mér finnst það alltaf spennandi og það er alltaf eitthvað svona, þú veist, í tökum venjulega smá túrista, þú veist, að skoða allar þessar eldgömlu flottu byggingar og svo er bara, það er alltaf svo flottir garðar, það er allt einhvern veginn bara svona svolítið impressiv, sko, sérstaklega í þessum stórborgum. En ég hef ekki verið í minni borgum, þú veist, enn sem komið er. Og svona litlum amerískum smábæjum. Akkurat, sem er svolítið draumur. Og það ég elska að horfa á þannig myndir, þú veist, sem gerast í litlum bæjum. Ég líka. Það er eitthvað heillandi við það, sko. Það er eitthvað svona sjarmi. Já, það er það, sko, alveg klálega. En nú eru eftir komin til að tala um bíómyndir. Já. Passar. Og þetta er bíóblaður. Þetta er bíóblaður. En mér finnst alltaf mjög gaman líka bara að tala um fólk um alls konar hluti. Já, þetta. En því ég veit að þú ert alveg mikill kvikmyndaáhugamaður. Já, ég er það. Ég er kvikmyndafræðingur líka. Já, ég ætla að spyrja þess um það. Þú ert sérst lærður kvikmyndafræðingur. Já. Hvernig er það námið? Það er, mér fannst það mjög skemmtilegt. Já. Það er mikil textarýni, að greina myndir. Þú veist, mikið að lesa, það er bara svona alls konar svona essayur, bara svona, þú veist, ritgerðir, greinar bíómyndir, bara eitthvað svona, hvað er Hitchcock að segja þarna, þú veist, og hvernig setur hann upp, byggir hann upp spennu og þú veist, og gamlar myndir, það er alltaf the male gaze, þú veist, það er alltaf svona sjónarhorn kallsins, þú veist, það er alltaf verið að svona gera konur svolítið og svona, þú veist, og það er bara eitt dæmi, þannig að í grunninn, sko, nokkur af grunnnámskeiðunum voru hluti af bókmenntafræði og þar lærir maður svona textarýni bara og það, mér fannst það mjög skemmtilegt, þá var til dæmis áfangar það sem maður er að svona bera saman bara, þú veist, sér í bókin og hvernig er svo aðlögun sem sagt þátturinn eða þáttaröðun eða bíómyndir og það er mjög skemmtilegt líka, sko. Það er svona, ég er allavega mjög ánægður með þetta og einmitt, já, þetta er mikill lestur með miklu áhorfi á bíómyndir, en það er alveg við því að búast í háskólanámi. Já, algjörlega. En eins og þegar þú varst yngra og nú fórst í þetta nám. Já. Þú veist, kom eitthvað til greini á þér að fara frekar í kvikmyndaskóla? Sko, ég ekki beint, mér hefur oft langað að skrifa eitthvað, sem sagt handrit, það voru í boði áfangar í kvikmyndafræðinni, það sem Dagur Kári átt að kenna sem sagt handritagerð bara og námsmati er bara handrit að einni mynd, bara svona 90 blaðsjur, 90 mínútur, en
það fjall alltaf niður. Sá áfangi var aldrei kendur. Var það bara einhverjum persónum ástæðum hjá honum eða? Nei, ég veit ekki af hverju þetta var. Ég veit ekki hvort það hefur verið mistök að setja þetta alltaf inn í, inn í ugluna að þetta væri möguleiki, en það virtist aldrei vera neitt fótur fyrir þessu. Ég er alltaf geðveitt spenntur, ég skráði mig alltaf, en síðan bara, ok. Svo alltaf draumurinn drepinn? Já, alltaf. Mér langaði með þetta að skrifa, læra það allavega og svo, svona, bara í seinni tíð kannski, þegar maður er að horfa á myndir og farin að pæla svona kannski aðeins meira í klippingu og kvikmyndatöku, sem náttúrulega þetta farið í kvikmyndafræðinni, í þaula, en bara svona, ég bara svona með aldrinum þá svona fíla ég stundum myndir þar sem er lítið sagt og bara leyft myndmáluna að ráða lögum og lofum, en það er ekkert algilt, það er ekkert alltaf þannig. En ef ég myndi spyrja það bara núna, þegar þú horfir á bíómyndir, þið finnst bíómyndir skemmtilegar, og hvað er það við bíómyndir sem þú fílar svo mikið? Það er bara, Erfið spurning? Já, nei, en alveg góð og gild, það er svo margt, en það sem maður fílar við bíómyndir held ég að sé svona tilfinningar sem að vekja með manni, að sé eitthvað svona, bara hvort sem það er gleði, yfir grínmynd eða bara, gleði yfir bara, hvað það á góð mynd, bara svona að vekja upp einhvers konar tilfinningar, svona, og þar með talið bara að vekja ótta, enda elska ég hryllingsmyndir. Ég ætla að spyrja það, því ég vissi það, hún hefur byrjum að taka upp, að þú var mjög hrifin af hryllingsmyndum. Já. En nú ég fengi alls konar fólk til mín. Já. Og sumir bara þolið ekki, þeir meika ekki hryllingsmyndir. Akkurat, já, nokkra þannig vinni, Já, svo eru aðrir sem elski það, þú ert einn af þeim. Já. Hvað er við hryllingsmyndir sem þú fílar svo mikið? Það er bara, mér finnst gaman að láta hræða mig og mér finnst gaman að láta reyna svona aðeins á þolmörk, þá getur það verið með bara ótti eða viðbjóður eða hvað það er. Einhverjar góðar, ógeðslega tilfinningar. Já, akkurat. Það er svona, og kannski er þetta einhver svona, ég veit ekki, kannski er þetta einhver svona svölun á árásargirni sem býr svona djúft innra með manni. Nú er ég mjög dagfarsprúður maður, en kannski er svona fær maður útrás, eins og að hlusta á þungarokk eða eitthvað bara... Eða spila töluleik. Já, akkurat. Óbeldsum töluleik. Já, akkurat. Bara svona eitthvað svona, sem er bara primal í manni. Ég held að það gæti haft eitthvað að segja, En finnst þér að því þú ert væntanlega búin að sjá fullt af hryllingsmyndum, hvað ertu gamall? Ég er 32. 32? Bráðum 33. En finnst þú ennþá vera hræddur? Nei, það er smá vesen, Það er ekki að ná þér eins og að gera þér? Nei, það er mjög sjaldgæft, maður man alveg bara eftir myndunum sem ná manni, eins og Sinister, þar var ég bara alveg að skýta í mig, og ég var svo glaður með það að ég væri að skýta í mig. Áskildi ná tíðin? Já, akkurat. Það er svona flott hryllingsmynd, mjög skeri og flotti leikarar og bara, og þó þetta sé eitthvað svona frekar steikta hluti, einhverja djöfla eða djöful eða eitthvað svona, en þá bara, þessi myndbönd í þessari mynd, þarna snöff-myndböndin, þau eru bara ógeðslega óþægileg, alveg hræðilega óþægileg, en það er ekki það. Já, það sem er svo galega, því ég er búin að sjá hana, mér varst það mjög góða. Já. Það sem er svo töff líka við þessi mynd, ég elska svona myndir, það sem einhver gæi, hann er að flytja í eitthvað hús, og hann finnur einhvern kassa, og í kassanum er einhverja gamla spólur. Akkurat. Og hann er bara, hvað ætli sé á þessu? Já. Kíkir á þetta, þá er þetta sem þú segir, ógeðslega óþægileg myndbönd. Ógeðslega óþægileg, og það er svona eitthvað óþægileg þögnin þegar hann er að horfa á þessi myndbönd og maður er bara eitthvað svona með honum alveg bara, Var ekki sláttu vel að atriði í... Jú. Það var bara svakalegt, og bara, það eru svolítið fáar svona myndir undanfarið, finnst sem mér. Námanni? Já, sem námanni, gera mig actually hræddan, en þá eru, en þá er kannski svona hinn
þú veist, hin hliðin á peningnum, þú veist, svona viðbjóðslega myndir, eða þú veist, get ég, eða þú veist, blóð eða ná þær einhver svona viðbjóður, þú veist, innibli og eitthvað svona, þú veist, ná þær að láta mig bara svona, þú veist, fara alveg í hakk í sætinu. Og ná þær því? Stundum, sko. Ég nefnilega nenni ekki myndum sem eru ógeðslegar bara til að vera ógeðslegar. Sammála. Eins og Human Centipede og eitthvað svona, ég hef ekki séð þær. Ég nenni því eiginlega ekki. Kannski mun ég einhvern tímann horfa á fyrstu, þú veist, hún ávist að vera bara allt í lagi. En þetta heilla mig ekkert rosalega. Þetta er bara einhver gaur sem lúkkar eins og hann sé algjör fáviti. Þessi leikstjóri, hann bara eitthvað, ég ætla að gera ógeðslegustu mynd í heimi. Já. Og næsta verður enn ógeðslegri. Og bara, af hverju? Bara. Ég hef oft sagt líka, það er ekkert mál að gera eitthvað ógeð bara þess að gera ógeð. Akkurát. Það er ekkert mál. Akkurát. Ég er hrifinn af myndum sem tekst að vera actually góðar og ógeðslegri leiðinni. Komdu með dæmi. Það er Martyrs frönsk mynd. Hefur séð hana? Ég elska hana. Já. Hún er ógeðsleg. Ógeðsleg mynd. Þetta er geggjum mynd. Já. En það er akkurat málið, sko. Ég vil þannig myndir. Svo er áströlsk mynd sem heitir The Loved Ones. Ég sá hann ekki. Hún er bara, það er einhver crazy stelpa og hún er bara með bor og þú veist, það er bara alls konar viðbjóður í henni en þetta er frábær mynd. Hljóma við? Já, rosalega vel leikinn, sko. Okay. Og svo er kannski smá umdeilanlegt, smá umdeilt, A Serbian film. Ég múið sjá hana. Já, hún er örugglega sú versta sem ég séð. Það toppar enginn þá mynd. Það er ekki hægt. Þetta er ekki hægt, sko. En hún fannst mér vel leikinn og hún fannst mér bara góð, þú veist. Hún er flott tekinn og svo svona kafaði ég aðeins dýpra. Serbian film er eina af 3 myndum sem ég skrifaði sem sagt í lokaritgerðinni minni. Ok, þú valdir hana? Já, það var pínu svona átilla bara svona, ok, hér eru nokkra myndir sem ég þori eiginlega ekki að sjá. Ég skrifa bara ritgerð þessar myndir. Þá verður að sjá það? Já, þá verður ég að sjá það. Og þá passa ég mig að velja myndir sem eru svona, það er eitthvað substance með viðbjónum. Já, hún hefur eitthvað að segja. Já, það sem hún hefur að segja, því sem ég komst að niðurstöðu að í þessari ritgerð minni er bara, þú veist, að serbneska ríkið bara nauðgi þegnum sínum, þú veist. Já, þetta er það sem ég las. Leikstjórinn sagt þetta. Já, hann bara, þú veist, hann sagði það beinlínis, akkurat, og það er bara alveg rétt, þú veist, eða þegar þú horfir á hana þannig þá bara svona, já, þú veist, svona komum við fram við serbneska fólkið, bara ógeðslega. Og þú veist, og það fannst mér svona áhugavert, sko. Mér líka. Já. Þá finnst mér svona hann hafa með eitthvað svona, eitthvað sín. Já. Og hann ákveður, ég veit ekki hvort ég geti gert svona mynd. Nei. Ég hef ekki mikinn áhuga á því. Nei. En ég er samt skildan smá. Ég bara, ok, ég fattar hvað það er hann að gera. Mér verið eitthvað svona, það var reiði að blossa innra með honum, sko, bara, þú veist, ég verði að gera og ég læti hann að heita A Serbian Film. Svo að allir viti af henni, þetta er serbnesk mynd, þú veist, bara alveg að tryggja það. Algjörlega, en hún var alveg þokkalega gerð og svona. Já, mér fannst það nefnilega, þú veist, hún er spennandi og einmitt, mér fannst hún flott tekinn og hann aðleikari, það er svolítið mikið á hann lagt og hann leysir það bara freka vel, sko. Já, það er svona... En hún verður alveg svona klikkar. Já, það er ekki, ég þurfti að pása og bara svona take a breather, sko. Ég þurfti bara svona, ok, ég veit ekki með þetta. Get ég haldið áfram, þarna. Svo ítur bara play. Já, svo bara, þú veist, kortir seinna, bara, ég verð nú að halda áfram. Ég ætla að skrifa þetta. Horfður á hana einn eða með einhverjum? Ég horfði á hana einn. Ég sagði við
ég sagði við konuna, ég var svona svolítið eftir mig, eftir þessa mynd og ég bara eitthvað, ég myndi ekki horfa á hana. Þannig að ég skil alveg fólk sem gjörsamlega hatar hana. Já, hún er erfið. Já, mjög erfið og ógeðslega og fólk sem horfir á hana bara eitthvað, af hverju hún svona ógeðslega. Ég veit þegar ég sá hana fyrst, ég horfði hana með tveimur félagum mínum og ég er ofta að sýna fólki myndir. Já. Ef ég finn einhver áhugaverð mynd og sérstaklega hryllsmyndir. Já. Ég fíla hryllsmyndir mjög vel. Já. Og ég sá þessa mynd. Ég var búin að heyra af henni og ég beið í smá tíma að ég vildi fá hana óklifta, bara svona uncut útgáfu. Já. Og ég næði að panta hana á þessum tíma. Já. Sýnum félagum mínum þessa mynd. Og við klárum hana og þeir voru bara svona, og þetta eru gæjar sem alveg sjóaðir í hryllsmyndum. Ég veit það. Þeir voru bara, hver er þetta pening í þetta? Já. Þú veist, og hvað ógeð var þetta? Akkurat. Og aðri félag mínir, Já. sem eru líka fyrir hryllsmyndir, þeir hafa bara sagt við mér, veistu það, ég vil ekki sjá þessa mynd. Akkurat. Það er ég veit ekki hvort að vinur minn, sem ég hef hort í gegnum tíðina á margar hryllingsmyndir með, ég veit ekki hvort að hann hafi séð þessa, en ég hef mælt með myndum við hann og hann svona, ég gat ekki alveg þessa sem hann mælti með, veist, og þar á meðal frönsk mynd sem heitir Raw. Er hún að geta eitthvað? Já, hún er mannæta. Er hún ekki frekar nýleg? Hún er nýleg, jú. Er hún góð? Hún er mjög góð. Ok. Þetta er bara svona coming of age saga ungrar stelpu sem er nýbyrjuð í læknanámi. Já. Og hún uppgötar bara einhverjar mjög annarlegar hvatir innra með sér. Byrjar að geta fólk? Já, það er svona, fyrst er hún að bíti í sjálfa sig og það er bara ógeðslegt, nógu ógeðslegt, þú veist. Ég þarf að tjekka þessa. Bítur eitthvað í höndin hans og það fyrir að blæða, mann finnst það bara eitthvað svona viðbjörnslegt að sjá það. Er það frönskmynd? Frönskmynd, já. Var sýnd á Cannes, þú veist, og fekk góða dóma og allt og þetta er mjög góð mynd, mjög flott en það eru nokkur atriðin sem eru bara rosaleg, sko. Þú ert að selja mér þessa mynd? Já. Að því frakkar hafa gert, þeir átt tíðanbil. Þess að þeir voru að gera helviti góða svona myndir. Veit að þeir gerðu hana Martyrs. Inside, geggjumynd. Hún er ógeðslega líka. Já, hún er ógeðslega. Ég horfði hana eitt líka. En svo var ég svona við konuna, já, verður eiginlega að sjá hana. En ekki þegar þú ert ólétt. Við höfum tvö börn, sko, ég er bara nei, ekki horfa á hana núna. Áttur tvö börn á þessu tíma? Nei, ok. Sko, en svo þú veist, ég er svona, já, hún þurfti eiginlega að sjá hana, en það er svona, nei, þú ert akkurat ólétt. Bíðum aðeins. Já, mér datt hún af eðlilegum ástæðum kannski alltaf í hug þegar hún var ólétt, þá myndi ég eftir henni, en svona, horfðu á hana þegar þú ert búin að fæða barnið. Þetta er hræðilegt. Af því að fyrir þá sem er að hlusta að horfa sem hafa ekki séð þessa mynd, þá fjallar þetta ófríska konu, unga ófríska konu, sem er ein heima eitt kvöldið, við viljum ekki að spoilinu, en það er bankað upp á henni og það er kona og hún ætla bara að reyna að stela barnið hennar. Já, úr henni. Já, úr henni, ófæddu barninu. Hún er ógeðslega sem mynd. Þetta er svakalegt bara. Frakkarnir eru bara eitthvað klikkaðir, sko. Þeir gerða líka, ég tengi alltaf 4 myndir sem koma á svipum tíma á Martyrs, Inside, Frontiers, já, ég sá hana. Og High Tension. High Tension, já. High Tension. Já, akkurat, eftir hann Alexandre sem maður hefur fylgst dálítið með. Eða þú veist, ég sá The Hills Have Eyes í bíó og þar var ég bara skelkaður, sko. Já, hann náði að gera hann alveg svolítið grófa. Já. Hún er gróf, hún er bara ljót, sko, en rosalega spennandi líka. Hún er skemmtileg. Já. Það er alltaf gaman að horfa á eitthvað svona stökkbreyta mutants í einhverjum sandhólum. Mjög gott. Ég fór að hana með mömmu og systur minni. Hvernig voru það að fíla? Það er bara geggjað. Mamma fílar hryllingsmyndir. Og líka svona grófar. Já. Hún er mjög gróf. Hún er mjög gróf, akkurat. Því hryllingsmyndir geta alveg verið svona þokkalegar, en svo eru sumar sem bara mjög grófar. Já, þessi var svolítið mikið, sko. Hún kemur hann að 2006 og þá í kjölfar hann að svo Hostel og þá er svona, þú veist,
það allir bara, eða þú veist, það svona svolítið bylgja af grófum myndum. Það svo menn að reyna að toppa okkur með það? Já, svolítið, og þetta að gerast í Fraklandi mitt líka, High Tension kynntist ég bara út frá Hills Have Eyes, ég bara svona, wow, þetta var rosalega góð mynd. Já, sástu hana undan? Já, ég sá Hills Have Eyes fyrst, sko, og svo bara fyrir maður á IMDb og bara, já, býttu nú við, hann gerði High Tension líka, og svo nálgaðist ég hana og fannst hún líka geggjuð. Og ég sá Maniac með Elijah Wood. Ég sá hann ekki. Hún bara svakaleg. Hún alveg með þeim grófari, sko. Nú? Já, þetta sem sagt endurgerð á mynd frá 1980 sem heitir Maniac líka. Og þar Tom Savini að gera make-upið. Og hann hljóma vel. Hann er mjög fær á sínu sviði og ég man ekki alveg, ég sé það báðar, ég man ekki alveg hvort að í original myndinni sé hann, í Elijah Wood myndinni hann alltaf að taka höfuðleðrið. Af fólki? Já, ég það nokkur sem það alltaf jafn hræðilegt að sjá það. Hann er alltaf bara með hníf og bara... Og myndur þú segja þetta alveg góð mynd? Er þetta að mæla með fyrir mig? Mér fannst hún góð, út af Elijah Wood mjög góður leikari og hann leysir þetta mjög vel, bara mjög veikur maður, hann hlutverki. Hann Maniac? Já, hann ég ekki að spoila neinu þar, sko, ég veit ekki hvort það sjáist á, eða hvort þú áttir á því bara við að sjá pósterinn, sko, en það alveg bara alveg í byrjun myndarinnar, kemur það alveg í ljós, sko. Ok, ég var að tjekka hann hún fóð fram hjá mér þessu mynd. Já, akkurat, hún gerði það líka mér á sínum tíma, þannig frá 2012, en ég sá hana bara á þessu ári, held ég. Já, það ekkert land sem þú sást hana? Nei. Bara nýlega, sko. Það samt gaman þegar maður á inn eitthvað svona myndir. Já. Þess að ég sá eina, hún ekkert ógeðsleg. Nei. Don't Breathe, sástu hana? Geggjuð. Hún nefnilega heldur góð. Hrikalega góð mynd. Það kannski bara ársinn ég sá hana. Já, hún heldur góð. Akkurat, hún svakalegur svona... Hún spennandi. Svona hryllingsþriller, sko. Hún maður alveg bara á nálum allan tíman. Já. Og bara svona blindur aðalgauður hana. Já, okkur krakkar sem brjótast inn í húsið hans. Já, akkurat. Og hann með eitthvað, var hann ekki með eitthvað svona herþjálfun og eitthvað? Jó, minna það. Já. Svona hermaður. Og þú veist, þessi pæling með að hann blindur þá svona... Þú veist, heyrir hann betur og hann alltaf... Já, einmitt. Það svona, þú veist, bara hvað þetta? Og þau alveg að reyna að fara mjög hljóðlega í húsun hans og þetta allt svo bara tens einhvern veginn. Já, en ég man því svo trailerin. Ég hugsaði mér, þetta svo mikið gimmick. Já. Ég nenni ekki að sjá hana. Já. En gæðin sem gerir hana, þú þekkir hann. Já, gerir Evil Dead. Hann gerir hann Evil Dead endurgerðina. Já. Og mér fannst hún ekkert brjáluð. Nei. En, að því mér þykir svo vænt Evil Dead myndur upprunalegu. Já. En mér varst það satt, hún rosalega ljót, nýjamyndin. Ég meina þá góðan hátt. Hún mjög gróf. Já, það einmitt, þú veist, það eina af þessum myndum sem ég myndi nefna af bara svona sem rosalega ljót, sko, en rosalega góð. Mjög svona bara skemmtileg. Hún heppnaðist bara þokkalega. Mér finnst líka að stelpa sér leikur aldrei. Já. Ég hrifna henni sér leikunu. Já, Jane Levi eða eitthvað slags. Akkurat. Mér finnst hún góð. Hún mjög góð. En ég bara einhvern veginn, Evil Dead með mjög, það standa mjög nærri hjartanu mínu. Ég skil það bara mjög vel og ég bara með þér þar. Áttu uppáhalds? Ég á uppáhalds, það númer 1. Frekar 2? Já, það margir hissa á því. Það dýrka allir númer 2. Ég bara dýrka einhvern veginn fyrstu. Finnst hún einhvern veginn ganga svo vel upp. Ég veit ekki, ég þarf kannski að sættast við það í 2 að hún endurgerir eiginlega fyrri myndina fyrstu 20 mínúturnar eða hálftíma eða eitthvað. Þessar myndir alltaf bara 80 mínútur. Fór það í töðunar þér? Já, fyrst þegar ég sá hana, en svo þegar ég sá hana í annars skipti þá ekki. Þá bara naut ég og þú veist, hún ógeðislega fyndin. Skorinn, þú veist, handleikurinn af honum og þá dettur handleikurinn á bók sem heitir Farewell to Arms. Einmitt, fullt akkur svona djókum í henni. Það mjög gott og einmitt, það frábært. En mér fannst bara eitthvað svona við, út af að Evil Dead svona meira goofy, en
eða sem sagt tvö er meira goofy, en hinn er meira svolítið svona terrifying, sko. Þú veist, og þrátt fyrir að hann sé cheap og kannski cheap make-up svolítið, þú veist, þar, en maður fyrirgefur það alveg út að hún er bara svo góð. Þetta er svona mjög góð Cabin in the Woods, árás, þú veist. Og líka Raimi ég held að hann sé 22 ára eða eitthvað þegar hann gera þessa mynd, sko. Já, akkurat. Sem er fáránlegt. Það er fáránlegt. Já, og það er svo mikil ástríð á bakvið hana. Ég veit það. Það er bara pjúra ástríð, sko. Já. Hann Bruce Campbell, B-mynda legend og bara algjör meistari. Ég bara skil ekki okkur að hann var aldrei stærri. Ekki ég, það skilur enginn. Nei. Hann er mjög færi leikari. Og hann er myndalegur. Hann er rosalega myndalegur. Það er allt til staðar. Hann er með allt einhvern veginn. Akkurat. Sástu Ash vs. Evil Dead þættina? Já, ég gaf samt upp á þeim, sko. Já, það. Já, sko, fyrsta serían fannst mér algjörlega geggjuð. Ég sá hann bara fyrstu og svo Já, sko, hinar tvær er ekki alveg jafn góðar, en þú veist, það er alveg svona skemmtilegu fílingur í þeim og mér finnst þetta skemmtilegt, sko, og það eru svona svolítið ná að vera ágætlega trúar myndunum með því að hafa þetta svolítið snart. Það kemur hryllingsþáttur á býstu við hans í 45 mínútur eða klukkutími, en þessi þættir voru bara alltaf eitthvað 28 mínútur. Já, það er bara alveg to the point bara og þú veist, það er bara svaka action og svo er þátturum búið. Það er bara, já, ok. En mælur með í taki 2 og 3, eða voru þetta ekki 3 sér? Ég myndi gera það, sko. Kannski elskar myndirnar meir en ég, það gæti verið, en ég held að þetta ætti ekkert að skemma neitt fyrir þar, sko. Hann er svo góður, hann Bruce Campbell, hann er alltaf trúr karakternum. Hann er alltaf Ash og þetta er bara svo geggjaður karakter. Já, þetta er geggjaður karakter og já, ég myndi alveg gefa því séns, sko. En hvernig fannst þér þá þegar fóru úr 1 og 2? Fyrsta Evil Dead myndinu sem meira sem segir, hún er svona meira horrormynd. Já. 2 var meira svona splatter dæmi, meira svona kannski svona komísk. Já. Svo fara þér í 3. Já. Arm of Darkness. Já. Og hún er ennþá meiri komík heldur en 2. Hvernig fannst þér það? Tímaflakk. Ég fíla það bara ágætlega. Mér finnst 3 síst af þeim, sko. En það þýðir ekki að mér finnst hún léleg. Ég bara, þú veist, mér fannst það fyndin pæling að hann ferðast aftur í tíman og það er bara svona einhverja fornalda beinagrundur að slást við hann og já, hann er alltaf fyndinn. Hann þarf að bjarga ykkur konungstæðin eða það. Akkurat. Mér fannst það bara fyndið. Út af að þetta er svo mikil vitleysa þá fyrirgefur maður alltaf svona aðeins meiri vitleysu. Ég líka hefur stundum sagt að það er ákveðna bíómyndir. Já. Sem ég myndi bara segja, þú veist, maður er að flokka skipta myndir, þú veist, horror, sci-fi, spenna. Svo eru sömu myndir sem ég myndi bara setja í flokk sem heitir bara skemmtilegt. Já. Og Arm of Darkness finnst bara verið í þeim flokki. Já, hún er það. Hún er bara, þetta er skemmtileg bíómynd. Rosalega skemmtileg, þú veist, Zombieland, rosalega skemmtileg. Varstu hrifin af henni? Já. Ég hata Jesse Eisenberg. Já, það eru sumir sem eru þannig. Ég þóla hann ekki. Ég skil það vel, ég hef ekki hort á neinar, eina myndin sem ég sé í DC heiminum er Suicide Squad, hann er ekki í henni, en hún er ömurleg, algjörlega ömurleg. Hún er ekki góð. Og ég legg ekkert í, sko. Fólk hefur sagt mér að hann sé ógeðslega lélegur Lex Luthor. Hræðilegur. Já, og það eru allnokkrir sem fíla hann mjög illa. Finnst þér hann fínn með það? Mér finnst hann fínn, sko, en ég skil af hverju hann er alltaf svona, eitthvað svona... Er eitthvað pirrandi við það? Já, það er eitthvað svona létt pirrandi við hann. Já, þó hann hefur verið góður í Social Network. Mér finnst það... Já. Ég held að það sé svona mín uppáhalds Jesse Eisenberg mynd. Já. Zombieland er mín uppáhalds með honum, sko. Mér finnst hún bara svo skemmtileg, Woody Harrelson. Ég er þetta að dýrka hann. Og Bill Murray kom hann að líka. Bill Murray mætir hann og bara svona skemmtileg, þú veist, grín hryllingsmynd, þú veist. Það geta verið mjög skemmtilegar eins og Shaun of the Dead og... Ef þú þurftir að velja, hvað er þetta betri, Shaun of the Dead eða Zombieland? Ég held Zombieland, en einu uppáhaldsmyndi mín er samt Hot Fuzz eftir sama leikstjóra.
það skemmtileg mynd. Hún góð. Hann blandar, leikstjórinn blandar þar bara, öllu, drápin í hennu alveg eiginlega svona allt og gróf, svona blóðu með að þetta sé grínmynd, en svo þetta actionmynd, alveg mikil actionmynd. Það bara svona gert út af það að svona vísa í Bad Boys og allar þessar Point Break, skjóti mér allt yfir. Nákvæmlega, bara tekið, nákvæmlega. Já, það taka svona alls konar. Það skemmtileg mynd. Ég get örugglega alltaf hort á Hot Fuzz. Mér finnst hún, af þessum hann gerði 3 ár. Já. Shaun of the Dead, Hot Fuzz og, heitum ekki, World's End. Jú. Mér fannst Hot Fuzz besta af þessum 3. Sammála. Þú ert sammála? Mér finnst Hot Fuzz besta, sko. Já. Og það eru mörgum sem finnst Shaun of the Dead best, en mér fannst hún rosalega skemmtileg líka, en Hot Fuzz bara einhvern veginn, pjúra skemmtun. Já. Ég myndi setja hann í sama flokk og Army of Darkness. Já. Skilur, hún líka alveg fyndin, já. En þetta skemmtileg mynd. Ég veit það er svo gaman að sjá skemmtilega myndir. Ég fór á Kill Bill 1 og Sin City í bíó, og ég bara, wow, hvað er skemmtilega myndir. Þetta gaman. Já, bara því líka veistla. En að þú fílar hryllsmyndir. Já. Og þetta alls konar típar hryllsmyndum. Það vampírumyndir, það drauga, það djöfla, varúlar, alls konar. Akkurat. Áttu eitthvað svona uppáhalds? Eitthvað svona sem að kveiki meiri í þér en eitthvað annað? Nei, ég held ekki. Ég bara, það einhvern veginn, mér finnst flest skemmtilegt af þessu, eða allt í rauninni. Svo eitthvað sem meikar ekki? Eitthvað sem bara svona, vampírir þóla ekki? Nei, það kannski svona game-myndir, ef það eru kannski eitthvað svona franchise eins og Jason í geimnum. Já. Það kannski, en það svolítið niche, en ertu hrifinn af slasher myndum yfir höfuð? Já, ég það. Mjög svo. Áttu eitthvað svona uppáhaldsmorðingja? Já, ég held að sé hann Freddy, vinnur okkar. Ég held það. Af hverju fílar hann meir en Jason eða Michael eða eitthvað? Það eitthvað svona óhugnalegt við að maður sé ekki safe í draumunum sínum. Já, mér finnst það eitthvað geggja. Þetta geggjum pæling, bara Wes Craven að fá þessa hugmynd út frá einhverju blaðagrein sem hann las bara. Ég las það. Já, sem geggja, bara einhver maður sem hann dreymdi svo illa, hann þorði ekki að fara að sofa og dó. Bara það var alltaf einhverja ásækjan. Og þá var hann bara eitthvað, þetta bíómynd. Já, mér finnst þess að ég hafa meira þess að lesið að Wes Craven hafi lesið þessa blaðagrein og mér minnir að hafi verið þannig að löggan, í rauninni eftir dauðdagan hans, hafi farið heim til hans og þá fundu held ég svona eitthvað kaffivélinn í herberginu hans eða eitthvað svona sem hann veldi að reyna að halda sér vakandi. Akkurat. Það skeri stótt. Það mjög skeri og síðan bara einhver svona raðmorðingi farin að herja á því í draumum og þú bara meiði því í alvörni. Já. Ég veit að þetta langsótt, en það alveg eitthvað svona ekstra skeri við það. Já, það sem líka svo skeri við þetta að þegar þú fer að sofa, þá áður að líða svo 100% örugur. Já, akkurat. Þess vegna virkaði þessi mynd. Akkurat. Og þú svo koma svona questionable framhöld, sko. Hvernig sástu þær allar? Ég sé þær allar, já. Að því þér veist væntanlega fyrsta best. Já. Hún það. En eitthvað, hvernig finnst þessi seri að vera svona heildan liði? Hún ágætt, svona allt í lagi heilt á litið, út að það eru talsvert af sjokkerum hana. Sko, mynd nummer 2 fannst mér rosalega léleg, en svo hún orðin eitthvað svona þvílíkt köld hjá samkynhneigðum. Já. Út af því að það bara maður var ekkert að pæli því þegar maður sá hana, en það bara endalaust af einhverju svona innuendo og einhverjum svona undir niðri bara og þú veist, aðalkarakterinn strákur sem kannski svona, þú veist, í skápnum eða eitthvað. Já. Maður kannski sér það núna þegar allir eru búin að segja manni þetta. Og hann svona damsel in distress, hann konan, svona final girl, svona í þessari mynd og hann öskrar alveg eins og stelpa einhvern tímann í myndinni og Freddy svona eiginlega að daðra við hann
þú veist, svona eins og það er alltaf svona eitthvað aðeins svona tís, hann eitthvað svona smá sexual, þú veist, þegar hann að herja á þessar ungu stelpur og svona, en þannig það bara á hann strák og ég sá bara einmitt, sko, heimildamönd þennan bálk, sko, og þar handritshöfundurinn bara eitthvað, mér finnst mjög skrítið að enginn tók eftir þessu, ég var bara að dæla inn svona samkynhneigðu svona tilvísunum. Svona já, bara alls konar. Ég skil ekki hvernig leikstjórinn og allir tók ekki eftir þessu. Mér sem svo fyndi að þegar ég sá hana fyrst, ég veit ekki það, ég pældi ekkert mikið í þessu þá. Nei. Svo fór ég að lesa eitthvað svona greinar og ég var bara býtt að hafa eitthvað sem þetta samkynnið. Akkurat. Eitthvað Nightmare on Elm Street 2. Já. Ég þekki að tjekka hana bara aftur. Já, ég held ég verða að sjá hana aftur, sko, þetta. Ég sá hana og fannst hana ógeðslega léleg. Og þegar í þessari heimildamynd það alveg að viðurkenna, þetta gekk nú ekki alveg eitthvað svona fuglar ráðast á fjölskylduna og eitthvað svona bull, sko, það sem að hann alltaf í nú komin í raunheima að krassa eitthvað svona unglingapartí og bara svona... Kemur hann ekki út strákina eitthvað? Nefnir, hvernig er ég... Það er kannski í einhverju annar, þetta rennur svolítið saman í eitt. Það gæti verið að þetta atriði þar sem að hann kemur í raunheima allt í hennu hafi verið seinna, en Wes Craven sagði bara, nei, þú ert að brjóta regluna, hann hafa aldrei að komast í raunheimin. Hann getur, þú veist, meitt þig, en það var alltaf í gegnum draumheiminn, sko. Já, hans líkami getur ekki verið í okkar. Akkurat, hann mættur alltaf í hennu bara eitthvað svona hlaupandi og öskrandi á unglingana og eitthvað svona. Þetta var í lokin á 2, eða ekki? Eða svona seinipart. Ég held það. Og það er eitthvað svo weird og svona lélegt einhvern veginn. En svo kemur 3 Dream Warriors. Já, og ég fyrir eitthvað góð. Það er Wes Craven mættur aftur að skrifa handritið. Og Patricia Arquette og Lawrence Fishburne, það eru bara flotti leikarar í henni. Já, Lawrence Fishburne, lék hann gæði sem var að vinna á sjúkrahúsinu? Já. Alveg rétt. Já, og þú veist, og þetta er bara fínasta mynd, mjög metnaðarfull, það er svona minnir að sé þessi mynd það sem að... Sjónvarpið? Já. Já, það er í 3. Já, það er þessari. Welcome to Primetime, bitch. Já, og hann tek skellin í sjónvarpið. Akkurat. Og og svo er það eitthvað svona alls konar metnaðarfull, hún fór svolítið fram úr kostnaði út að þeir vildu gera svo svakaleg svona morðatriði. Já, þau voru eftirminnileg í þeirri mynd. Já, það eru mjög flott nefnilega. En svo kemur 4 og mér fannst hún algjört drast líka. Það er rennast saman hjá með 4 og 5. Var það ekki eitthvað eitthvað svona, jú, Dream Child er 5 og svo Dream Warriors er, Dream Warriors er 3. Það er 3. Dream Child getur verið 4. eða 5. Svo var ekki svo hérna eitthvað Freddy's Dead. Nei, það var 6, sko. Það er 6? Já. New Nightmare, það er 7? Já. Já, ok. Já, kemur hann að, ég man ekki hvað 4 heitir, en það er Renny Harlin að leikstýra og hann gekk gett vel í bíó og var gett vinsæl. En ég skildi það ekki alveg, það var mjög léleg. Sama með 5, sko. En svo er eitthvað við 6, það er eitthvað svona... Ég veit ekki, einhver fílingur. Ég er nefnilega að teka þér, sko, það er svolítið síðan ég sá þær alltaf, en mér er sko gana að taka þér í röð. Já, það er það, sko. Þannig að þá, en gallin við það, þá rennar oft svona í... Já, akkurat. Eitt graut. Já, byrju, hérna eru æðarnar að poppa út, byrju, held að það sé í 5, en ég get ekki verið alveg viss. Já, akkurat. En það er svona creative dráp alltaf í þessu og svona. Líka Freddy sjálfur, þetta er alveg skemmtilegu karakter. Ég hef alltaf fílað hann. Ég líka. Og hann er svona oftast nær hnittinn og svona. Og hann er alltaf ógeðslegur á að líta og bara svolítið óþægilegur. Og svo er eitthvað í að því að hann sé sem sagt barnanýðingur í einhverju myndinni. Já. Það er vantarlega í 7. En var það ekki bara strax í fyrstu myndinni? Ég man ekki hvað það var. Það var hann bara child killer, held ég. Já. En svo í 7 er eitthvað í að því að hann hafi verið nýðingur líka. En sko í endurgerðinni frá 2010. Mér finnst hún hræðileg. Hún er rosalega léleg. Mjög léleg. Þá er hann bara barnanýðingur. Það er bara sagt bara strax. Já, einmitt.
og já, og svo einmitt, það hefur verið svona upp og ofan, í sumum myndum hann of svona cartoonish, svona, þú veist, of goofy, það verður að finna þarna balansið, sko, að hann sé scary og smá kjáni líka. Hann alveg í þessu fyrstu myndinni, hann alveg scary þar. Hann mjög scary, þegar hann kemur hann þú veist, það svona... Og það ógeðslegt. Þegar hendurnar hans lengjast, hann lappar eftir eitthvað svona eins og, ekki bara eftir götu eða húsasundi eða eitthvað. Jú, þetta svona í byrjun og maður verður bara strax hræddur. Og það svo sér maður hann, þá verður maður ekki minna hræddur. Nei, ég líka man bara því ég var lítill og maður sá kannski á vídeóum, þá var ég ekki búin að sjá myndirnar. Einmitt. Svo bara coverinn. Já. Og þessi gæi, brunninni frama með hann hatt í þessari peysu, með hann hanska, hann hnífa hanska. Já. Mér fannst það bara strax scary. Hann var það, þetta sko, bróðir minn 6 ára eldri en ég, hann átti Fangoria-blað, hryllingsmynda tímarit. Ég man til því. Já, og þar sko, það hefur verið frá 91 út að þar Freddy's Dead myndinana, 7. og eitthvað úr Terminator 2, það alltaf verið að skoða svona drápinn og hvernig make-up gert og eitthvað svona, og ég var bara wow, þegar ég sá Freddy þar og hann að sprengja eyrað á einhverjum sem var með heyrnartæki, fyrir eitthvað svona húð yfir og svo springur það og eitthvað svona herja á veikleikans og ég bara svona wow, og svo hann úr Terminator 2 þegar hann vondikallinn sem svona liquid svona T-1000? Já, akkurat, hann svona drepur einhverja húsmóður í gegnum fernuna eitthvað, og það bara mynda því þar og ég bara, þú veist, sé þetta þegar 9 ára eða eitthvað og ég bara wow. En fannst þetta ógeðslegt? Mér fannst þetta ekki træðilegt, þetta var meira spennandi. Já, meira spennandi, sko. Þannig að það lagður einhver grunnur, sko, að þessum áhuga og hann bróður minn á þátti því, hann átti Halloween 5 á spólu, þú veist, hann keifta í Bandaríkjunum, þá bara svona Michael Myers, bara skeri fjessi hans framan á og ég alltaf svona, wow, ég verð að sjá þess einhver tímann, á ég að þóra því, þú veist, Halloween 5 og svo bara fyrsta minning mín á ævinni, tengist honum. Michael Myers? Nei, honum bróður minnum. Nei, bróður? Já, og það ég vona að elsta systir mín og hann fyrirgefur mér að segja þessa sögu. Já, hvað með hana? En hún svona áhugaverð, þau voru eitthvað að rífast og það enda með því að hann fellur í gólfið, þannig að fyrsta minning mín bara rísa blóðpollur á hvítum flísum. Hann sem sagt lendi með tönnina, hann braut tönn. Já. Ég svo við hvað fyrir svona. Já, það var svolítið hræðilegt og það fyrsta minning mín út af því að ég hélt ég væri svona 4-5 ára og þá fannst mér að bara mega sens að það væri fyrsta minningin en mamma sagði mér að þetta gerir svona fyrr, þú hefur verið svona 2,5 stryggja, ég svona, já, ok, þá þetta alveg 100% fyrsta minningi mín. Manstu eftir þessu bara? Já, ég var bara skítrættur og fór að grenja, sko, ég vissi ekkert hvað var í gangi, ég hafði ekkert séð blóðpoll áður, ekki svo ég muni, veist, en þessu man ég eftir og svona, veist, kannski ég eitthvað að íkja en kannski hefur þetta haft einhver áhrif, lagt einhvern grunn. Þú væri örugglega ekki hérna í dag. Nei, þú hefur ekki séð þetta á þessu tíma. Akkurat, það bara svona blóðpollur, fyrsta minningin þín, þú veist, það allt í lagi með hann og þú veist, hann fekk bara gerðu tönn og eitthvað svona, þetta var allt lagað. En pælst þetta hvað það situr í þér? Já, ég bara man þetta. En ég þarf líka að spyrja þess að við erum að tala um Freddy. New Nightmare. Já. Hún kemur út aðeins seinna, minnum mig. Já. Og það Wes Craven. Já. Og minnir líka hann hafi skrifað hún alltaf. Já, hann komin aftur og leikstýrinni. En hann fór í aðeins öðru í sig átt með þá mynd. Já. Af því í þeirri mynd, þá rauninni Freddy myndina til. Já. Heather Langenkamp leikur bara sjálfa sig. Akkurat. Robert Englund leikur sjálfa sig. Hvernig varst það að fíla þessi stefni sem þú fór í? Ég fílaði það, þú veist, út af að þá snér hann eins og svolítið á hvolf, sko, að þú veist, í staðan fyrir að það væri alveg hægt að segja að hann sé þá í mótsögnu sjálf á sig með það sem ég sagði áðan, hann bara eitthvað svona ekki láta hann koma í raunheiminn. En þannig hann bara svona, já,
látum leikarana bara leika sjálfa sig og bara Robert Englund sem leikur Freddy bara karakter í myndinni en svo kemur bara alvöru Freddy, hvaðan kemur hann? Þú veist, mér finnst það góð pæling og fannst hún heppnast vel í þessu. Mér finnst það skemmtileg. Mér finnst það mjög skemmtileg og þetta, þú veist, hann komin aftur og hann þykir greinilega vænt þú veist, karakterinn og smá svektur með einhverjar af myndunum sem komu hérna undan. Kannski eðlilega og það voru margar hverjar ekkert frábærar. Ekki góð. Já, en hann mætti hérna og svona aðeins svona lagaði arfleifð þessa bálks, þú veist, og bara einmitt, gerði þetta vel. Þetta svona steikt, sko. Þetta svolítið steikt. Steikt pæling, en mér fannst þeir alveg púleðar, sko. En hvernig fannst þér, svona í 90s, Já. Þá var að koma Scream. Já. Það voru að koma svona nýjar slassamyndir. Já. Scream, I Know What You Did Last Summer, Akkurat. Urban Legend, Já. sem ég man svona kannski helst eftir. Já, Faculty. En myndur þú kalla það slasser? Nei, hún er ekki slasser. Nei. Það er rétt. Einmitt, svona nýjar típur af slasser. Það er rétt hjá þér, já. Og svo byrjaði ég ekki Scream-myndir svolítið? Jú. Í 90s? Jú. Hvernig varst að fíla þessa myndir? Bara, sko, ég elska Scream. Ég líka. Já, og mér fannst I Know What You Did Last Summer geggjuð þegar ég sá hana á þessum tíma. Mér fannst það báða skemmtilega. Já, þannig ég bara 11 ára eða eitthvað, sko, þú veist, og bara, þetta fer svona einhvern veginn áfram, þú veist, ég 8-9 ára kannski þegar ég sé þetta Fangoria-blað og svo kemur Scream alveg og ég bara, og þetta hulstur alveg bara kallar á mig á vídeoleigunum, þú veist, af hérna Drew Barrymore með hræddu augun. Svo svona hendi Já, akkurat, fyrir. Akkurat, það kallar bara á mig og ég bara gefði þetta forvitinn, sko, og þú veist, og sá hana svo að lokum og var alveg bara vel hræddur, sko, en fannst það geggjað. I Know What You Did Last Summer fannst mér líka geggjuð þá, sko. Ég hef ekki séð hana síðan, held ég. En manstu hvernig fannst 2? I Still Know What You Did Last Summer. Mér fannst hún fín, sko. Ég er með softspot fyrir þeirri mynd. Ég sá að hún með rosalega lágt á IMDb og eitthvað svona. Hún á betra skili. Já, nákvæmlega. Það er ekki alltaf rétt þetta á IMDb. Ég er ekki með á það. En líka bara, já, eins og með hana, það sem ég var svo gaf með hana, að því mér finnst hún, það er svolítið síðan eins á fyrstu. Já. En mér fannst 2 alltaf skemmtilegri. Já. Að því hún gerist líka, við fara öll í eitthvað svona frí. Já, nákvæmlega. Og það kemur svo stormur, þau eru föst á okkur á hóteli, þá er ég bara sold. Já. Mér fannst hún mjög skemmtileg. Í minningunni er hún mjög góð og litlu síðri en eitt, sko. Og bara mjög svipað góð í rauninni. Já. Og veist, þetta eins og bara, já, ég sá Neverending Story 1 og svo 2, ég gerði einhver greinamun á þeim þegar ég var yngri. Og veist, 2, ég sá þar aftur daginn og það er ekkert það mikill munur. Gæðarlega séð það. Já, þá var í rauninni, var 1 verri en með myndi. Og 2 bara svona svipuð, sko. Ég held um þessum að þá mynd, ég held að 1 eldist hræðilega. Já, og hún gerði það. Það var svolítið svekkjandi. Ég reyndi að horfa hann aftur fyrir eitthvað svona 5 ára síðan. Já. Ég gæti ekki klárað hana. Nei, þetta svona nostalgía sem maður svona hefði bara átt að halda sem nostalgíu. Skilja bara eftir í gamla dag. Já, akkurat. Þú veist, enni mitt og bara Scream 2 fannst mér mjög góð. Þú veist. Ég fílaði hana líka. Já, og hérna, já, I Still Know What You Did Last Summer, þetta bara skemmtileg mynd í minningun allana. Kannski við séum í dag, er ég bara eitthvað, hún er samt, ég að segja þér einhverjar, hún er samt alveg skemmtileg. Það er eins virði, það er nóg. Já, það er nóg. Það er nóg. Það eru fín morði í henni. Já, akkurat. Jack Black leikur eitthvað svona, eitthvað hassur, eitthvað rastagaur eða eitthvað. Akkurat. Og ég veit ekki það, ég var skotin í Jennifer Love Hewitt á þessum tíma. Já, hver var það ekki? Nákvæmlega. En bara, þú veist, á þessum tíma, þá fannst mér þetta bara virka. Já, það gerði það. Gerð. Akkurat. Virkaði á þessum tíma, að minnstakosti. Já, og mér finnst hún gera það í dag. Já. En ég þarf að sjá fyrst aftur. Já. Það er lengra síðan sá hana. Já, maður verður að kíkja á þessar myndir aftur. Já, svo sá ég Urban Legend aftur líka. Já, hvernig eldist hún? Það er kannski 2 ár síðan. Já. Þetta er ekkert frábær mynd. Nei. En mér finnst það ekki leiðileg. Nei. Finnst það skemmtileg? Það er nefnilega, sko, ég er á því að á 10. áratugnum, sem sagt 90s, hafi sem sagt Hollywood bara fullkomnað einhvern veginn handritaskrif. Sammála. Meiri segja bara að þú veist, lélegar myndir eru samt skemmtilegar, svo margar.
Djöfull sammála þér. Já, ég bara, við settum á einhverja mynd með Mary-Kate og Ashley Olsen, þú veist, einhverja mynd á Netflix bara að horfa á með eldri stelpunni og hún var rosalega skemmtileg, þetta bara mynd sem með eitthvað 5,5 á IMDb og maður býst ekkert við miklu, en það er bara svona klísjur en það virkar allt einhvern veginn, það eru rosalega fyndnar og skemmtilegar og bara, þú veist, solid aðaleikarar með þeim og handrit bara svona einhvern veginn skotelt og þetta bara einhvern svona prump, fjölskyldumynd svolítið. Já, en samt einhvern virkar hún. Já, samt virkar þetta. Finnst eins og bara, þú veist, það séu svo auðvelt að skemmta sér yfir þessum 90s myndum. Mér finnst líka bara, ég fekk til mín Kíló rapparann og við tókum upp svona 90s þátt. Já. Það völdur eina mynd fyrir hvert ár. Akkurat. Og þegar ég var að undirbúa fyrir þáttinn og ég var að kíkja á bara, þú veist, ég bara googlaði myndi sem kom út 92. Já. Og þetta fáránlegur áratugur. Þetta er ekki hægt, sko. Maður er alltaf uppgötu eitthvað nýtt. Ég horfði nýlega bara á, sko, Juice og Don't Be a Menace to Society sem Don't Be a Menace grínmyndin er mikið grínað þú veist, Juice og South Central og eitthvað og Boys in the Hood já, akkurat, ég er að horfa á þessa myndir og það eru allar ógeðslega góðar og bara hrikalega skemmtilegar og Menace to Society er alveg sjúklega gróf hún er geggjuð já og Dead Presidents líka eftir sömu leikstjóra hún er vannmetið fyrst já, mér fannst hún mjög góð hún er svona hún reynir kannski að vera aðeins svo mikið og þetta er stríðsmynd þetta er coming of age mynd þetta er allt í einu hæstmynd þú veist, ég bara, já, ok kannski hefðu þau þurft að gera 3 tíma mynd til að pakka svo betur inn sko, en hún er svakalega skemmtileg og þvílíkt brútal þannig að ég hef ekki yfir neina kvarta en ég bara svona þú veist, með allar þessar hugmyndir sem þeir höfðu það er kannski mátt hafa hana aðeins lengur og hafa hana aðeins episkari hvað það var alls sko. En hvað finnst þér eins og ég fekk Pál Óskar til mín þess að gefa hann út hann gefur núna bara miðvikudaginn og hann var að tala um það margar þessu gönnumyndum eins og Scarface til dæmis hann vil meina það ef hún var í gerð í dag þá var þetta sjónvarpssería og ég held því svo til sammálunum af því það virðist einhvern veginn svo að sjónvarp í dag eru betur en það var akkurat en mér finnst að þú varst að tala um að þeir eru bara fullkomnasta handrit að gerð í bíómyndum í 90s að ég held þess ekki tilvíljun að þegar sjónvarp fyrir upp þá dala bíómyndir það er svolítið hvað finnst þér um það? Mér finnst það svolítið sko það er auðveldar að finna stórkostlegar þáttaraðir í dag heldur en stórkostlegar bíómyndir það er alltaf einu þetta en eins og við höfum verið að tala um í 90s það er eins og að séu bara einhver svona 50 meistaraverk á hverju ári já og það er engar ígjur nei ég held að bara svona býtu hvað myndi þetta? Ég hef aldrei heyrt um hana og svo er það bara einhver snill og var bara eins og segja 50 var það bara að koma út brjálu mynd einu sinni viku eða? Já í dag við erum heppnir við fáum 3-4 bara yfir árið ég veit það ég bara þú veist maður sér einhverja svona í bíó þú veist Sambíón Álfabakka þú veist frá 95 þá var bara eitthvað Toy Story Die Hard 3 Heat þú veist það er bara fáránlegt ég bara wow þú veist Batman Forever þú veist mér fannst hún ógeðslega skemmtileg þegar ég sá hana þarna og ég horfði á hana aftur og hún er ennþá skemmtileg hún er ekkert frábær en skemmtileg og bara allt í bíó er bara einhvern veginn geggjað sko þú veist það er ekki svoleiðis í dag nokkuð fjarri því það sem er svo leiðilegt samt það er svolítið dapurlegt maður er alltaf bíógaur sko þá maður sé auðvitað þakklátur fyrir alla þú veist þessi ógrynni af bara geggjum seríum en þú veist maður elskar alltaf að fara í bíó á einhverja stórkostlega mynd já líka bara þetta form þetta listform að gera bíómynd þú veist cirka 2 tímar þú veist það þarft alveg hæfileika og kunnáttu til þess að gera að láta að passa inn í þetta form mér er bara svo geðið þeirra hefnast og ég lenda líka til reglulega heima eða kærastan bara hey, hvað að horfa á og við reynum að horfa á okkur að nýja Netflix-mynd við reynum að horfa á okkur að nýja mynd þetta er bara svo mikið drasl það er svo erfitt að maður þarf að leita mjög vel og vandlega að góðu myndunum og hvað þá á þessu ári þú veist, það er verið að fresta öllum stærstu myndunum einhver er að hljóta að vera góðar ég vona það einmitt en
En svo kemur eitthvað bara svona, já, bara við og við. Það rosalega lítið að myndum sem ég man eftir beinlinis frá þessu ári. Nákvæmlega. Sem svolítið dapurlegt. Það mjög dapurlegt. Ok, við kannski gefum smá break út af COVID. Já, algjörlega. Það ekki marga myndi koma út nýjar. Akkurat. En það hafa kannski verið svona inn á milli einu góð. Og ein sem ég var mjög hrifinn af, og ég búin að tala hann í þessu þætti. Já. Og ég veit ekki hvort þú ert örugglega búin að sjá hana, langar að heyra hvernig þú fílar hana, og það Hereditary. Já. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún mjög góð. Mér fannst samt Midsommar betri. Þér fannst hún betri? Já. Af hverju? Út að mér fannst einhvern veginn allt ganga svo vel upp í henni. Og svo það kannski upplifunatengt, sko. Ég fór á Hereditary í sambíónum og það var rosalega mikið af svona unglingum á henni. Já, ég skil. Sem fór að hlæja á mörgum stöðum sem átti 100% ekki að vera neitt fyndið. Og veist, það eru svona hlutir í henni sem eru svona yfirnáttúrulegir og þessir krakkar voru unglingar voru svolítið mikið að hlæja að þessu. Það fannst mér pínu skemma fyrir upplifuninni minni. Já, ég skil það mjög vel. Já, og einmitt út af að sko vinur minn var búinn að segja ég hef aldrei verið að hræddur í bíó en það var kannski of háar væntingar líka út af því. Já, sagði hann það við því áður nú svo? Já, áður en ég sá hann, sko. En þú veist, mér fannst það mjög góð. Þetta rosalega flott mynd og hún tekur á svona einmitt bara fjölskyldu vandamálum og alls konar á svolítið svakalegan hátt. Harmleikur. Já, harmleika akkurat. En síðan Midsommar bara gerir það í rauninni, þú veist, svona sambandserfileikar og eitthvað þannig, gerir það bara stórkostlega, þú veist, en ég veit að ég ekki, þú veist, það eru fleiri sem finnst Hereditary betri og ég skil það vel, en ég svona held að við eitthvað haft með þetta að gera sem sagt þetta upplifunar tengt, sko. Sástu Midsommar í bíó? Nei. Nei, þú sást hann heima þér? Já. Ég fer ekki hryllismyndir í bíó. Ekki? Nei. Ég meik ekki, þetta sem þú ert að lýsa. Já. Það myndi eða ekki vera myndina og ég þoli heldur ekki hlé. Nei. Sérstaklega hryllismyndum. Akkurat. Ég vil fá að þetta snýst svo mikið uppbyggingu, andrúmsloft. Ég veit það. Ég fá þetta allt bara beint í æð. Ég kötta bara. Nákvæmlega. Og það venjulega innmitt svona, það alltaf að fara í gang, sko. Já. Það alltaf að fara í gang, og það bara, já, nei, það hlé. Já. Nei. Þetta svo félag minn, hann fór á Conjuring, fyrstu myndina, í bíó. Já. Og ég var mjög spenntur fyrir henni, en ég sagði hann, veistu það, ég ætla að bíða út og kemur út. Já. Bara á Blu-ray eða eitthvað, ég ætlaði með að kaupa hann á Blu-ray. Já. Af því ég tími ekki eðlíka sem mynd fyrir mér. Akkurat. Hann í bíó. Akkurat. Og vitum hann fór hann í bíó. Já. Og ég held að þetta sé síðasta hryllismynd sem hann hefur séð í bíó, hann sagði ég gerir þetta ekki aftur. Nei, einmitt. Maður verður í rauninni bara að fara á hryllingsmyndir þegar það koma í Bíóparadís. Það hlélaust. Það hlélaust og ég fór á The Witch þar til dæmis. Hvað er það svona? Mér fannst hún mjög góð. Aha. Já, mjög hrifin af henni. Mér leiddist. Þið leiddist, já. Hún náði svona aðeins að velja mér undir ruggum, sko. Hún svona gerði mig aðeins hræddan, þú veist, þegar það eitthvað, þegar barnið tekið og það eitthvað svona hræðilegt. Mér fannst þú byrjar svo vel. Já. Og ég var bara eitthvað nornatótt, ég alveg til í það. Já. Svo var ég bara eitthvað að mynda búin, ég bara djóta þetta ógeðslega leið, það gerist ekki neitt í þessum mynd. Já. Ég meina, það bara... Það var bara smekksaður. Já, algjörlega. Ég var meira hræddur einmitt í fyrri helmingi, sko, að koma að nokkur atriða sem, já, bara mjög hræddur, eða svo reyndar eitt þarna frekar skeri seint í myndinni, en bara mjög ánægður með hann einhvern veginn. En hvernig finnst þetta þá eins og þú tala Witch? Já. Það svona nokkur, við erum búin að tala Hereditary, Midsommar, Witch, It Follows, Babadook. Já. Það eru nokkar svona nýlega hryllingsmyndir. Það komið svona, þú veist, það eitt svona hittari, svona indie hryllingsmynd ársins. Alltaf svona inn á milli. Já. Og ég elskaði Hereditary, en mér varst Witch ekki skemmtileg. Ég fílaði ekki It Follows. Nei. Og ég fílaði ekki Babadook. Nei. Hvað erst þú þarna? Ég fílaði Babadook ekki nógu vel. Ok. Ég bjóstu meiru þar, en ég fílaði It Follows mjög vel. Mér fannst hún mjög góð. Mér fannst mjög cool hvernig þeir notuðu
svona djúp fókus, þá allt í rammanum í fókus og þá sér maður svona einhvern koma bara svona, hann að nálgast, lappar svona hægt og þú veist, maður sér hann út að hann í fókus aðlinn, eða þú veist, þessi ógn sem að elta hana. Mér fannst það alltaf mjög skeri og vel gert og bara, þú veist, það konsept fannst mér áhugavert. Já, þetta var þetta ekki eitthvað svona ádela á kynnsjúkdóma? Jú, þetta var eitthvað svona, þú veist, ég las það svolítið þannig. Já, stundu eitthvað kynlíf og þá, þetta svona bölvun sem var best á milli. Já. Ég þyrfti að sjá hann aftur, því ég var vinkonu sem dýrkar hana. Já. En maður þegar ég sá hana fyrst, það var eitt sem buggaði hann bara strax í byrjumyndarinnar. Já. Það er sama buggaði Tarantino. Ok. Ég veit ekki hvort þú hefur heyrt hann segja þetta. Nei, hvað? En honum fannst leikstunum brjóta sína eigin reglur í byrjumyndarinnar. Já. Ef ég man rétt, þá byrja myndin í kvikmyndasal eða einhvern sal eða eitthvað. Já. Og hann sér, og ég kan segja slátur svona, og það kemur hann að þetta eitt sem er að elta, en gæinn sem er eldur, það er svo hann veit ekki hvað þetta er. Já. En svo meika það en ekkert sens í myndinu þegar hann ætti alveg að vita hvað þetta er. Já. Fattur hvað við? Já. Og ég man að Tarantino, eins og ég kannski slátur svona, en Tarantino talaði um þetta fór sér töðan honum, að þannig leikst hún að svindla. Já. Þú veist, fattur karakter veit alveg hvað þetta er. Já. Akkurat. Og stundum því ég lendi svona, ég var alveg bara svona, þetta er svo quiet place. Já. Sástu hana? Já. Í byrjamyndarinnar, þá eru þau öll að labba saman og litli yngsti krakkin aftastur í röðinni. Já. Þú veist, þannig ég bara ég trúi þess ekkert. Nei. Það myndin gerir þetta. Nei, sérstaklega ekki í þessum aðstæðum. Nákvæmlega. Já, það mjög góður punktur. Það svona, sko, ég kannski, ég leyfi svona hlutum kannski svolítið að slæta, en ég horfi á mjög margar hryllingsmyndir með konunni og hún tekur alltaf eftir svona hlutum og bara böggar hana mikið, sko. Ég er svona, ég ætla ekki að láta eðilegja, þú veist, ég næ svona oft að gera það, en ég næ ekki að gera ef það er eitthvað svona hræðilegar tölvubrellur, þú veist, eins og í Mama, eitthvað, sástu hana? Já, ég sá hana. Draugurinn kemur og er bara eitthvað svona tölvugerð fígúra og ég er svona, á ég að vera hræddur. En hvað finnst þér það um? Ég held við sem sammála. Hvað finnst þér um tölvubrellur í hryllingsmyndum? Ég vil forðast að nota þér. Það er ekkert skeri. Nei, ég vil helst. Ég er ekki hræddur teikningar. Þetta er bara teikningar. Ég veit það og þetta er alltaf, það er eins og CGI sé að versna með árunum, það er eins og bara allir svona, ég á Mac-tölvu, ég get alveg séð brellunar. Já, After Effects. Já, akkurat. Bara, nei, þú veist, það er listgrein að gera flottar tölvubrellur, þú veist, en bara þetta í hryllingsmyndum ég oft bara eitthvað svona, en svo, The Thing, svona svo prequelið sem hétt líka The Thing. Ég elsku upprannlegu. Já, hún er bara örugglega mín uppáhalds hryllingsmynd, sko. Allan tíma? Já, The Thing. Hún geðveik. Hún er geggjuð og það hjálpar mikið til að þeirra nota practical effects, þeir eru bara með, þú veist, það hafa bara verið einhverjir vírdóar með bara einhver, þú veist, kindagarnir og eitthvað svona gerfublóð og einhverja brúður og eitthvað. Já, og bara gert, þú veist, einhvern viðbjóð þannig og það virkar, það er svona, þú veist, virkar The Thing ennþá í dag og Alien líka, þú veist, en ég bara, eins og í The Thing, út af að mér fannst alveg cool, svona ýmislegt í henni, þú veist, hvernig þeir tengdust inn í fyrrimyndina, en bara geimverurnar í henni eru svo ógeðslega gerfilegar og asnalegar að það tekur mann út úr myndinni. Það er svona, af hverju þurftu að gera þetta svona? Ég las viðtal við tvo gauðra. Já. Ég held ég sé fara með rétt mál. Hann heitir Alec Gillis og Tom Woodruff, held ég heitir. Þeir voru með þess svona Special Makeup Effects Company. Já, og gerðu effektin í The Thing. Gerðu ekki nýju. Já. Það var annar, ég held að það sé Roboteen sem gerði fyrir fyrstu. Já. En þeir gerði fyrir endurgjörna. Einmitt. Og eins og ég skildi það, þeir voru gett hæpaði fyrir þessu. Leikstunum bara talaði við og sagði bara, herðu, ég vil gera það praktikal. Og þeir fóru bara all in, gerði fullt okkur cool dóti, svo kom bara stúdíu. Nei,
tölvugerð og bara eins og ég skildi þá var basically bara tölvugerð yfir það sem þeir gerðu. Hefur heyrt þetta? Ég var að lesa þetta bara daginn og þá rak ég mig á einhverja mynd sem þeir gerðu þar sem þeir notuðu þú veist, effekt eða það sem þau voru búin að gera fyrir The Thing. Það kannski ástæður ég að lesa eitthvað viðtal við á nýlegt. Það ekkert langt síðan að lesta. Já, akkurat. Ég held að þessi mynd hafi komið út í ár eða á síðasta ári. Að þeir hafi ákveðið að nota það sem þau voru búin að búa til fyrir The Thing, sem sagt prequelið eða hvað við köllum það og gerðu sína eigin mynd, þú veist. En þú veist, dómarnir hana svolítið að þetta sé, það eru flott effekt en myndin ekkert spes. Manstu hvað myndin sem við vorum að gera? Ég man ekki hvað hún heitir. Ég alveg stóluð mér. Já, ég bara man það ómögulega hvað hún heitir. En þetta var allavega rétt hjá mér, að þeir eru unnu fyrir myndina. Þeir gerðu bara allt bara svona með flottum practical effects, en síðan bara var það replaceað. Þetta gerir mig brjála. Já, það bara, bara ekkert af þessu verður í myndinni, allt í tölvu. Af hverju? Þetta er bara svo leiðinlegt. Ég veit það. Ég þoldi ekki. Þetta er bara áþolandi. Þú veist, maður hefur séð einhverjar myndir þar sem blóðið mér þess að tölvugert. Ég hata það. Hvað er það að gera? Ég hata það. Þetta er mjög basic að vera með gerviblóð. Oh my god, ég hati þetta sko. Þetta var ég byrjaði að horfa á einhverja þætti fyrir áratugu eða eitthvað, Spartacus og þar er bara rosalega mikið ofbeldi en allt blóðið er tölvugert og ég bara, nei, ég get þetta ekki. Nei, það er bara ég gat ekki hort meira, sko. Einu skipt sér fyrir, reynda Spartacus, var það ekki svona stílisaðið þættir? Var þetta ekki svona Anda 300 og... Jú, þetta var svolítið þannig, sko. Þetta var svona... Maður kannski fyrir ekki það aðeins. Já, reyndar. Kannski svona smá. Já. En ég alveg samanlega, ég þóla ekki tölvugert blóð, sérst í hryllismyndum og ég elska svona squibs. Já. Svo byssuskot og svona, það var svona lítið sprengjur. Akkurat. Það farið í 90s myndum og 80s. Já. Ég elska það. Svo horfðu í dag. Já. Þetta er svo ég elska John Wick. Akkurat. Tölvugert blóð. Það gengur ekki, sko. Þetta er rugg. Mér finnst það rosalega svekkjandi. Ég horfa á hryllingsmynd sem heitir Clown. Hún er alveg ógeðslega léleg. Já, bítu. Ertu að tala sem að gæinn breytist í trúð? Hann breytist í trúð, bara... Veistu það? Já. Ég varst það skemmtileg. Já. Ég bara... Allar henda mér öfum út. Nei. Ég bara, Er því gæinn sem gerir Spider-Man, John Watts? Ég held það. Eli Roth var að framleiða með mig og... Mér fannst hún hræðileg? Já, mér fannst hún svo léleg út að mér fannst karakterinn eða sem sagt leikar en eitthvað svo skrítin hann leit alveg svo út á Þorsteinn Guðmundsson í einhverjum fóstbræðarskets með svona krullurnar eitthvað svona og svo var tölvugert blóð í þeirri mynd. Það er hæðilegt. Já, en einmitt sko, þetta virtist bara, þú veist, það var ekkert sem benti til þess að mér myndi finnast þessi mynd hræðileg en við konan fórum bara í hláturskast bara yfir honum hann er alveg svo Þorsteinn Guðmundsson og það bara það hefur eðlilega kannski eðlilegt fyrir þetta eðlilega svolítið fyrir okkur fannst þetta ekkert skeri og allt bara svolítið kjánalegt En var það samt ekki, sko ef maður rétt ég sá þessa mynd svolítið seinna eftir að koma út, ég sá hann ekki á ný því ég var bara komið að þetta er eitthvað glata en ég skemmt með þokkar lefurinni en var það ekki líka svolítið, það var praktikal það var svona make-up og svona Í Clown. Já. Sko, blóðið var allan að tölvugert. Það hata ég reyndar. Já. Mér fannst ég taka eftir því, sko, þegar kom einhverja slettur að það væri bara svona augljóslega í tölvur, sko, en já, ég get ekki svarið fyrir það. Eru ekki örgulega tala sömynd? Er þetta ekki eitthvað hægt og hægt breytist í? Jú, hann breytist í trúð og bara er fastur þannig. Já, þetta er eitthvað svona djöfladæmi líka, ekki? Já, minni það. Já. Bara, það er bara misjæmt sko, maður horfir á við horfum á eitthvað Tales of Halloween, eitthvað svona 10 sögur og það voru hver annari verri, þú veist, maður veit aldrei sko, maður kíkir á IMDb og allar þessar myndir eru með 5,7 bara allar hryllingsmyndir virðist vera með 5,5 til 6 eða eitthvað og bara, hvað þýðir það? Þú veist, stundum finnst maður hún bara mjög góð, stundum finnst maður hún minnstakosti skemmtileg og stundum er þetta bara algjörlega hræðileg. Maður veit aldrei
maður getur ekki og þú veist, önnur review gefa ekkert til kynna heldur, sko, það getur verið að þessi sé með góð, review frá bara öðrum, eða frá sem sagt bara gagnrýnendum og svona tiltölulega lágt að IMDb, en þú veist, kannski nú samt bara ömurleg, þú veist. Það er bara svona, það er mjög erfitt að finna svona, bara í ár komu út 40 hryllingsmyndir. Það eru allar með á bilinu 5 slétta til 5,7. Sumir segja að þess og þessi séu bara geggjaðar. Og svo kíkir maður á einhverja þeirra og það eru sjaldnast geggjaðar, en þú veist, einhver bara, já, þetta er fínt, þú veist. Það er svo erfitt eins og segir. Já, ég bara svona, hvernig á ég að velja? Ég verð helst að fá einhverja bara sem með 7,5 og bara, ég veit að hún er geðveik. En svo líka, verst að við að vera hryllismynd aðdáandi. Já. Mér finnst það alveg bara... Svo mikið að lélegu. Það er á máli. Ógeðslega erfitt að finna demantana, sko. Þeir eru líka svo fáir. Þeir eru svo fáir. Það er kannski einmitt það sem lætur mann svona, dregur mann aðeins og maður er alltaf svo þakkláttur þegar það kemur loks í skeggjum. Maður er bara svona, wow, góð hryllingsmynd, yes, þvílík snill. Mín uppáhalds, alla tíma, er Descent. Já. Svo stanna? Já, ég fór á hann í bíó og var bara, ég bara sökk í sætinu. Mér varst hún geðveik. Hún er geðveik, hún er svo scary. Já. Hún er spennandi, svo, brútal. Já, maður er bara, þú veist, það eru í einhverjum helli með einhverjum djöflum. Já. Og það er bara ræðilegt. Ég fór bara með vinum mínum og einn, sko, ég var sokkinn í sætinu en einn var nánast komin undir það. Já, nákvæmlega. Hann bara átti mjög erfitt með þetta. Hann er svona típa kannski sem, þú veist, elskar ekki hryllingsmyndir og það sást alveg, hann var alveg bara illa, sko. Það var alveg hrikalegt, sko. En það sem ég var svo ánægð með það í þeirri mynd, að ég var búin að heyra af henni, lesa eins hana og búin að sína okkur festivalum og eitthvað. Já. Það var komið svolítið hæp. Já. Og ég var bara svona, æ guð, bara please, verður góð. Akkurat. Ég fór hann í bíó. Já. Hún er alveg 15 ára gömul. Ég fór hana því ég var það spenntur og hún var bara fyrir tilviljun, að því að oft eru svona myndir ekki sýndar á Íslandi. Hún sýndi Lögurspjó. Já, ég fór hana þar. Og þegar ég fór hana og hún náði mér alveg. Já. Ég var alveg hræddur og spenntur, en ég var samt eiginlega með fast bros, að því ég var svo ánægður og skyldi vera góð. Ég var bara, yes! Góð hryllingsmynd og ég er búin að sjá hana okkur 10 sinnum. Akkurat. Eftir það. Akkurat. Maður er alltaf svo glaður. Þess vegna kom alltaf svona hæp. Það er bara, þú veist, It Follows, The Witch, Babadook. Það er svona bara eina góða hryllingsmynd ársins, líku við. Ég er bara að brenna mig svo oft. Já, þú veist, og það er ekkert alltaf satt. Það er alltaf nokkrar, en það er svolítið erfitt að finna þær oft. Já. Og bara misjæmt hvernig fólk upplifa þær. Bara, þú veist, ég sá mynd sem heitir The Lodge. Fannst hún góð? Mér fannst hún góð. Fannst hún góð? Já, Gunnar? en engum finnst hún góð. Ég hati þessum mynd. Já. Ég bara... Hvað fannst þið gott við hana? Mér fannst hún bara, þú veist, svona óþægileg. Mér fannst að byggja það vel upp. Já, þér fannst hún góð? Já. Ekki henda mér út. Nei, mér er gaman um þetta að heyra, að þið verðum kannski ekki sammála. Akkurat, þetta er bara svona, svolítið, upplifa hana tengt, ég veit ekki, ég horfði á hana í sumarhúsi, en þú veist, það var ekki alveg svona sömu aðstæður, það var ekki svona skítkallt og þannig. Snjór. Já, akkurat, en þú veist, ég veit ekki, það kannski hafði það eitthvað að segja, en ég bara, ég furðaði mig á af hverju börnin voru svona vond, sko, en mér fannst einhvern veginn svona óþægilegur fílingur einhvern veginn yfir öllu í þessari mynd og fannst þau bara gera það vel. En fannst samt fyrri mynd þessara leikstjóra betri, Good Night Mommy. Ég sá hann ekki. Austurísk. Var hún góð? Hún er góð. Heldur ég, ég hata Lots, heldur ég fíli hérna? Ég held að fíli hérna, já. Og er hún skemmtilegri? Mér finnst hún skemmtileg. Hún er svona, trailerin er frekar misvísandi. Það er, já, myndin er ekkert eins og trailerin er að reyna að gefa til kynna. Ég ætla ekki eins og, ég bara sleppa honum. Slepptu bara trailernum ef þú hefur ekki séð hann. Ég hef ekki séð hann. Það sé bara fínt. Þú sérð kannski, þú ert út á að þú séð marga myndir, þá sérð þú kannski hvað er svona sem á að vera óvænt, þú veist, í myndinni. Þú sérð það kannski koma, þú veist. Í trailernum?
Nei, ekki trillinu. Bara meðan þú ert að horfa myndina og fattir það, sko. Já, ég skilji. En mér fannst það ekki taka frá, sko. Við horfum á þetta nokkur, eða sem sagt, ég og konan og 2 frængur erum í hryllingsmyndaklúbb. Við horfum reglulega á hryllingsmyndir saman. Mjög gleðilegt, sko. Og eru þá að mæla með myndum fyrir hvort annað? Já, og við bara horfum saman svolítið mikið. Minna á þessu ári. Já, helst COVID. En alveg eitthvað, sko. Bara pössum okkur. En já, og við svona vorum alveg búin að fatta þetta, en fyrir alveg stóðu fattir það, þá hún rosalega góð. Mér er alveg sama ef það eitthvað plott í ykkur mynd og ég fatta það. Já. Mér er alveg sama meðan það bara vel skrifað. Akkurat. Það fannst þetta, ganga vel upp í þessari mynd. Þetta sem ég horfði aftur á daginn Sixth Sense. Svolítið síðan ég hefði séð hana. Já. Og, jú, ég veit plottið, ég er búin að sjá hana svona. Akkurat. Og plottið svolítið svona, að þegar maður veit það, þá aðeins meira áberandi, þá svona, fullt af vísbendingum. Já. En þó ég veit plottið, þá fyrst svona góð mynd og ég skemmti mér alveg. Já. Maður gerir það. Ég þú veist, ég var að horfa á einhver aðra mynd og setti síðan á RÚV, þá sé ég, þú veist, síðustu 20 og ég bara svona, vá, þetta er geðveikt. Þú veist, ég hefði viljað sjá hana alla og gera það kannski bara bráðum. Já. Hún alveg frábær og þegar ég sá hana fyrst, þá sko var verið að gefa manni tvistið í lokin. Ég á samt bara eitthvað. Ég hef verið eitthvað tregur bara þegar ég var að horfa á hana. Ég bara svona, Þú sást hana fyrst? Já, þegar ég sá hana fyrst. Það var bara svona, má maður spoila henni hér? Nei, kannski ekki. Sixth Sense? Já. Jú, þetta er spoiler fyrir Sixth Sense, það er allir búin að sjá. Já, það er allir búin að sjá. 20 ára mynd. Já, akkurat. Það er svona, ég fatta ekki að hann væri dáinn. Þó það væri beinleinis verið að gefa mér það í skeið, sko. Ég bara, mamma bara, hann er dáinn, sko. Ég bara, Þannig að ég hef kannski bara ekki verið tengdur hérna. Nei. En síðan, þú veist, sá ég The Others bara daginn. Fyrsta skipti. Það var mynd sem ég var búin að missa af. Já, hafði aldrei séð hana? Nei, en ég vissi tvistið. Já. Akkur vissir það? Út af því að ég bara skipti af einhverja stöðu einhvern tímann bara fyrir löngu og þá það bara að gerast. Ég bara, nei. En þú áttir engan séns? Nei, bara, mér langaði að sjá hana, en það bara, Ég hef ekki séð hana bara síðan hún kom út. Nei, einmitt. Hvernig er hún? Góð, sko. Hún er lítið skeri í rauninni þannig, sko, og sérstaklega þegar maður veit tvistið, en mjög góð. Nicole Kidman er rosalega góð í henni. Hún er mjög vel skrifuð og bara flott mynd. Í minningunum var hann líka, ég held að það er ekki 2001 eða eitthvað? Jú, 2001. 19 ár síðan sá hana. Já. En í minningunum þá fannst mér þetta líka að vera svona flott mynd. Hún var mjög flott. Þetta er svona flottur. Er ekki svona gothic feeling fyrir henni? Jú, algjörlega gothic, svona flottur old school, kannski 70s gothic feelingur sem ég fíla mjög vel. Það er ein mynd sem ég verð að spyrja hvað þú hefur séð. Já. Því að ef þú ert ekki búin að sjá hana, þá mæli ég með henni. Já. Sástu mynd sem heitir The House of the Devil? Já, ég sá hana. Hvernig er hún? Mér finnst hún góð. Náði ein mynd sem náði 80s feelingnum. Alveg 100%? Rosalega vel. Það bara svona verið tekin upp þá? Já, ég bara skil ekki hvernig hann náði að gera þetta. Og það er bara allt lúk, allur feelingur er bara eins og sett að horfa mynd frá 85. Já. En hún er frá 2009. Já. Það er bara... Ég hef aldrei sett svona vel gert. Nei, ég er bara vel gert. Já, að ná þessu. Bara líka einhvern veginn leikonuna, bara hárgreistan og bara myndataka einhvern veginn út af Zoom og allt Akkurat. Þetta. Og bara þegar titillinn á myndinni kemur þá svona stoppar allt. Já, þú veist, ding! Já. Og þú veist, það er tónlist, þetta er bara allt lætur þetta lítið út frá þeirra 80s mynd. Og mér fannst, hún kom með skemmtilega óvart og hún er, ætla að segja hvað 10 ára gömul eða eitthvað. Já, ég held 2009. Já, 2009. Eitthvað svona. Svona því bili. Já. Tíminn líður svo hratt, mér finnst það svo stutt síðan ég sá hana, en það er kannski 10 ár síðan. Akkurat. En hún kom alveg að geða þetta óvart. Já. Og ekki bara út af því að ná þessu lúkki. Akkurat. Mér fannst hún alveg spennandi. Hún var það. Hún gerði þetta djöfla dyrkenda dæmi mjög vel. Og þó hún sé svona slow burn. Þetta er engin svona, hún er ekki tröð. Nei, ég bara
slóbörnir í fínu lagi, þetta bara almennilega gert. Sko. Og líka, það gott payoff. Já, algjörlega. Ég fekk það þessari mynd. Já. Þannig að ég mæli mig fyrir það sem að hlusta að horfa, hafa ekki séð hana, The House of the Devil. Já. Mér fannst hún geggjuð. Hrikalega góð, ég sammála. Einhver hryllismynd sem þetta í hug, sem við erum ekki búin að tala núna, Já. Sem þú sást, málar gummilegan í, Já. Sem kom þér svona óvart, og varst bara, þessi helviti góð. Já. Eitthvað sem þetta í hug. Við erum búin að tala svo marga myndir. Já, akkurat, það er góð spurning. Það er stundum sko, það ég náttúrulega pínu veikur með þetta, ég hef séð, þú veist, allar Nightmare myndirnar, ég hef séð allar Halloween myndirnar og megnið af Friday the 13th myndunum, sko, ég horfði á Hellraiser 4 daginn. Er það Bloodline? Bloodline. Já. Og hún sem sagt að tala hana sem game-myndina. Mér fannst hún sem tala fín. Hún góð. Það fer svolítið í backstory að það ekki á köpnum. Þessi backstory er mjög áhugaverð og mjög skemmtileg. Já. Mjög vel gert. Eða, þú veist, þannig, en þannig meðmæli eru kannski ekki fyrir alla, sko. Þú veist, Hellraiser 4. En hvernig varst þið fyrsta? Mér varst fyrsta geggjuð. Já, mér líka. Ég dýrka hana. Og 2 líka. 2 ógeðsleg. Hún ógeðsleg. Ég bara, wow, þetta bandarísk mainstream mynd. Það gátu þér gert þetta. Bara þvílíkt blóður, sko. Mér fannst 1, 2 og 4 fínar. Já. Fyrsta fyrst mér alveg geðveik. Já. Ég las ekki á bókina, mér varst hún mjög góð líka. Já, það eftir. Þetta er bara svona novella, bara stutt bók. Hellbound Heart. Hellbound Heart, einmitt. Akkurat. 150 blaðsjur. Einmitt. Heldur góð. Já. Fyrsta geggjuð. 2 fannst mér líka mjög fín. Já. 3, var það ekki Hell on Earth myndin? Það sem að vera eitthvað svona, býtir eitthvað svona DJ Cenobite og eitthvað. Já, það er svona, sko, hún misti svolítið dempin út af, ég var að fíla þá mynd ágætlega. Já, ég líka, til að byrja með. Já, en svo kemur síðasti þriðjungur. Já. Þetta er alveg algengt bara í hryllingsmyndum yfir höfuð. Það er bara, maður er að horfa á mynd og bara, þetta er fínasta mynd, ég veit ekki af hverju, já, nú skil ég af hverju hún fekk lélega dóma. Það er síðasti hálftíminn, þú veist, það fer bara allt í algjört rugl, þú veist, ég fíla, fannst það mjög skemmtileg og aðal leikkonan bara, þú veist, svona viðkunnalegu karakter og einhvern veginn, en það bara fór allt til fjandans, beinlinis, eins og titillinn gefur til kynna, hann bara aðeins of mikið rugl, sko, meiri sér fyrir Hellraiser mynd. Já, einmitt, ég maður með því, var þetta ekki þriðmyndinni, ég bara tókar allar í röð, sín tíma. Mér þykir svolítið vænt Hellraiser myndinar, því mér finnst fyrst æðisleg. Já. Og mér finnst Pinhead bara flottur karakter og allt þetta Cenobite dæmi mjög áhugavert. Já, mjög svo. Var það ekki þriðju myndinni? Var ekki Pinhead þá í eitthvað svona styttu? Var það ekki eitthvað svona... Var það ekki? Jú. Var það ekki svona svo... Frekar en 4. Já, ég held þetta hafi verið... það hafi verið þriðju. Var það ekki eitthvað rockstjarna sem átti... Jú. Er það ekki rétt? Nei, það er í 3. Það er 3, já. Já, einmitt. En hún byrjaði þokkalega. Já, einmitt. Það er bara fyrri, eða þú veist, svona, veit ekki, ætlum sé ekki 90 mínútur, fyrsti klukkutíminn er góður, fannst mér, sko, en svo bara er allt downhill, sko. Já, svo fyrir þetta bara eitthvað kjaftaði. Já, en Hellraiser 4, Bloodline, þú veist, hún er gamemyndin, þú veist, og maður er alltaf svona, ætli að láta hann að gerast í geiminum, en bara rosalega lítill hluti af henni gerist beinlínis í geiminum og það er ekkert kjánalegt eða asnalegt, þetta er bara svona, þú veist, gerist djúpt í framtíðinni, en svo er bara megnið af myndinni svona backstory, sem er bara rosalega áhugavert og bara skemmtilegt, sko. Já, þá sýna þegar vera að byggja það ekki kuppin. Jú. Sem er einu svona svo gateway fyrir til helvítis eða þess að fá þess að Cenobite. Akkurat. Og svo finnst mér vanmetin líka Halloween 3 sem er sjálfstæð mynd. Season of the Witch. Já, veist, mér finnst hún góð, hún er svona svolítið óþægileg og ógeðsleg, sko, og bara, þú veist, svona skemmtileg, eins og 80s myndir, þú veist, hún er ekkert rosalega góð, en þú veist, 80s myndir geta verið mjög skemmtilegar. En varst þú ekkert pirraður að Michael Myers var ekki henni? Nei, ég vissi af því, sko. Ég vissi að þeir ætlu að breyta eitthvað, ætlu að gera, þú veist, að koma að 1 og 2 og svo bara, já, svo gerum við þetta að svona, hvað kallast það aftur, svona anthology. Já, einmitt. Þeir ætlu að gera það, en hættu síðan við það út af henni var svo illa tekið. En það er bara svona, þú veist, þú mátt eiginlega ekkert
fokk í þessu, sko. Fólk vildi Michael Myers. Fólk vildi Michael Myers og var bara svolítið brjálað að hann væri ekki. Eins og í einni Jason mynd engin Jason. Og það ekki bara í fyrstu? Nei, það líka í 5. Var það? Já. Hvað heitir hún? Ég kannski ekki séð hana. Varst það? Var það Jason Takes Manhattan? Nei, það alltaf væntanlega með honum. Það 8. Já, ég komin þangað, sko. Friday the 13th. Er Jason ekki... Ég að spoila bara heilli myndina, en ég held að það sé alltaf lægi, ég held að það sé ekki margir 40 ára góðan mynda? Jó, eitthvað svona, 35 ára. Friday the 13th 5. Þú mátt spoila henni? Já, bara, hann kemur aldrei. En það er samt einhver drepin? Já, það er einhver morðingi, það er haldið að sé hann, en svo er það ekkert hann. Og þá var fólk ekkert pirra, en mér fannst það geggjað. Mér fannst það ógeðslega sniðugt, bara út af að það meikar sens að hann sé dáinn, út af því að hann var hálshöggvinn eða eitthvað. Eða skotin í draf. Já, í myndina undan. Þannig að það meikar alveg fullkomin sens að hann sé ekki í þessari mynd. Hann sé dáinn. Já, svo kemur í 7. og þá kemur elding og þá lifnar hann við. Og það gerist líka í númer 8. Hvað búið að gera marga fræðilega? Það eru heldur margar. Jason X númer 10. Það 10. Já. Og kom ekki bara hún... Hvernig er það Freddy vs. Jason? Hvað sér þau? Freddy vs. Jason, hvernig er það hún? Mér fannst hún skemmtileg þegar ég sá hana, sko. Ég á þannig aldrei, sko, þú veist, 2003, þá var ég bara 15-16 ára. Að sjá það saman líka. Já, sjá það saman, mér fannst það bara cool og það voru einhverjar sætar stelpur þarna og eitthvað svona. Það nóg fyrir maður þegar maður unglingur. Já, þegar maður unglingur, ég er bara eitthvað, En mér fannst Friday the 13th gerði svona endurgerð. Já. Mér fannst hún fín. Hún var það sem þeir fóru í eitthvað svona Michael Bay framleiðir þessa mynd, Friday the 13th og Nightmare on Elm Street sem var hræðilegur endar. Og Texas Chainsaw Massacre. Já, akkurat. Og Texas Chainsaw Massacre endurgerðin með Jessica Biel er bara góð, sko. Hún var fín, minni með allavega. Hún var svona skítu og ógeðsleg. Já, mér fannst hún heldur góð þegar ég fór á hana á þessum aldri, 15-16. Þú veist, það var kannski með læri standard, ég veit það ekki. Kannski svona drasl í dag. Já, akkurat. En mér fannst hún góð þá. En já, það var svona, hvað var aftur að tala um, seri? Við vorum að tala um endurgerðina Friday the 13th. Já, akkurat. Hún var fín, sko. Já, það var mér fannst hún mjög góð. Ég man alltaf að kom eftir svona hálftíma af myndinni, kom allt í hennu titillinn á myndinni. Ég held að það hafi aldrei komið jafn seint ever þegar ég hef hort á mynd. Var það í þeirri mynd? Það var í Friday the 13th. Bara eftir 25 mínútur eða eitthvað. Þá kemur allt í hennu Friday the 13th. Ég bara, já, ok. Ég er búin að vera einn í bíó hann í alveg 40 mínútur eða eitthvað. Veitu, nú er ég að hugsa að ég er búin að sjá nokksunum. Ég manst ekki alveg hvernig hún byrjaði. Nei, ég man það ekki. Ég hef ekki séð hana síðan ég fór á hann í bíó 2009. Eitthvað þannig. Já, ég veit, 2009, þetta er rétt sér. Já. Mér fannst, ég man því sá hana að því hún kom alveg óvart. Já. Þokkalur gerð, ágætis leikarar. Mér fannst eitthvað gæinn sem leikur Jason heldur góður. Já. Og hann að risastóri. Já. Derek Mears heitir hann, minnum við örgulega. Ég held hann hafa aðalega verið svona stöndari. Þeir eru oft í þessu eins og Kane Hodder sem leikan hann var stöndgóður og þú veist, mæti síðan í þetta. En ég fílaði það því að Kane Hodder er svona kannski breiðari. Já. En gæinn Derek sem leikur, hann er svona hávaxinn líka, sko. Hann er bara 2.05 eða eitthvað, sko. Hann er mjög hávaxinn. Og þess að þetta er hockeygrifun hann, og lætur hann fá sveðju, þá er það bara skeri. Mjög skeri, sko. Hann lék held ég líka í Hills of Ice og eitthvað svona. Hann lék einn af Mutants. Já, það getur verið. Þessi gaur, sko, Derek Mears. Það getur verið. Og See No Evil eða eitthvað svona. Nei, það var wrestling gæi. Var það ekki, hét hann ekki bara Kane? Jú, Kane. Og hann er þetta glötuð, minnum mig. Já. En hvernig fannst þér Halloween myndin hans, Rob Zombie? Ég sá þær aldrei. Þú sást þær ekki? Já, þær eftir. Ég hef séð allar nema þær tvær. Ég hef séð, þú veist, þarna alveg upp í, hvað er þetta? Ég maður eins og hvað þið komið upp í, sko. Það var alveg... Paul Rudd er í númer 6, sko, og svo kemur Halloween H20. Mér varst hún þetta góð. Hún var góð. Ég fílaði hana. Já.
ég líka. Næsta mynd eftir hana var hundleðileg. Já. Hún hét held ég bara Halloween Resurrection. Já, það er ein lélegasta mynd sem ég sé á ævinni. Ég hata hana. Það, þetta leiti mitt er ég mikið að fara í bíó á bara eiginlega allar hryllingsmyndir, þú veist, það er The Ring og ég bara skítrættur á henni og þú veist, Cherry Falls bara eitthvað fín og Darkness Falls held ég að sé léleg svona... Mér fannst hún ekki góð í minningunni. Nei, ég fannst hún ekki jafn góð mann ég, en mér fannst hún alveg fín, þetta er bara svona eins og við vorum að segja sko að bara svona svolítið cool að sjá hryllingsmyndir í bíó og eitthvað svona, það er standard, já, en það var sorry, ég er að detta út. Við erum að tala um það ég líka út, við erum að tala um Rob Zombie myndina. Já, einmitt, þannig að Halloween Resurrection. Akkurat, sorry, akkurat. Hún var hræðileg. Ég fór á hana og þráttur að vera með svona lágan standard, þá fannst mér hún ömurleg þá, bara þegar ég er 14-15 ára. Við líka. Mér fannst hún algjörlega ömurleg, ég bara eitthvað svona þessi Busta Rhymes kann ekkert að leika, þessi Tyra Banks kann ekkert að leika, þú veist, af hverju voru að drepa Jamie Lee Curtis í byrjun myndarinnar, hvað er það að gera? Þú veist, hún var hræðileg. Ömurlega leikinn, bara, oh my god, mér fannst þetta svo hræðilegt, ég fór á hana og mynd sem heitir Slackers, þú veist, með Jason Schwartzman, ég sá hann ekki? Nei, sem betur fer. Hún var hræðileg? Alveg hræðileg, ég bara fór á þessar sveipa leiti í Smára bíóðana, eitthvað 2002. Minnstu bara trú á bíómyndum? Já, svolítið, ég bara hvað þetta eru ömurlega myndir? Og ég bara, þú veist, er þetta eitthvað svona sérstaklega lélegt tímabil, þú veist, 2001-2003 eða getur það verið? Ég held það svona smá. Já, held það kemur eitthvað svona indie boom 2004, en ég held að hann rétt á undan, það er bara alveg mistökin, sko, Hollywood. En ég get sagt það með Rob Zombie myndunar. Já. Mér fannst fyrst alveg fín. Já, ég hef heyrt það, að 2 sé léleg. 2 var sem er leðileg. En fyrsta var alveg fín, hún er svona skítug og ógeðsleg. Já. Og gæðin sem leikur Michael Myers, hann er einmitt 2/10. Já. Þú veist, það er einhver, þetta er sami gæi og leik Sabretooth í X-Men, gamlu. Já. Þannig að hann er svona fyrir eitthvað stór. Já. Og þú setur hann í hana búning og með þessa grímu og svaka hníf. Akkurat. Það er bara scary. Það er mjög scary. Þannig að ég er mannlega að tjekkir á henni. Já, ég þarf að tjekka á henni. Ég þarf að tjekka allavega á þyrri Rob Zombie myndinni. En er langt síðan sást fyrstu Halloween? Upprannlega? Já, 78. Já, ætla að hafa ekki verið bara, þú veist, ég hef kannski verið, þú veist, 15-16 eða eitthvað. Já, þú ekki séð hana síðan þá? Jú, ég hef séð hana 2-3 síðan þá, sko. Og manstu, þú veist, í minningunni fannst hún, þetta er náttúrulega íkonísk mynd. Já. Fannst hún ekki træðilega skeri neitt en góð sann. Mér har alltaf fundist það í raunni. Þetta er svolítið góð mynd en fannst hún frekar lítið skeri. Ég horfði aftur á hana. Já. Og ég sá hana nokkur sem ég var úlingur. Já. En ég hef ekki séð hana örugglega í 12-15 ára. Já, einmitt. Og ég hugsaði mig, ég ætla hann að sína kæristur þessu mynd, hún var ekki að sjá hana. Já. Að við ætlum að fara á þessa nýju bíó. Já, akkurat. Og ég bara, horfum á Halloween. Ég set hann í tækið, hít á play og nú er ég kannski bara, ég er drepinn fyrir að segja þetta í þessu podcastætti. Já. En þetta er ekki góð mynd. Ekki? Hún eldist ekki vel. Nei. Og Michael Myers er fucking að keyra bíl í þessar mynd. Mundur þið því eða? Nei, akkur mann ég geti því. Ég myndi geti því. Það er ekki það langt síðan ég sá hana síðast. Jú, kannski það langt, það er kannski 8 ár síðan ég sá hana síðast. Hann keyrir bíl í þessar mynd. Og mér finnst eitthvað svo fyndið við það. Það er svolítið hræðilegt. Það er eitthvað sem átt ekki að láta skeri í gaurinn þinn gera. Og hún er svo hæg þessi mynd. Já, það er bara eins og 70s myndir, maður þarf mikla dólum með þið, sko. En samt eins og Exorcist. Já. Æðisleg. Akkurat. Eldist vel, ennþá cool. Akkurat. Alien, ennþá cool, 79. Hvernig finnst þið Shining? Geggjuð. Já. Geggjuð. Thank you. Hún er geðveik. Ég sá hana fyrst og fannst hún léleg. Já. Pirraði með eitthvað leikonan, en svo sá ég hana aftur eftir að
hafa kynnt mér hvernig hann kom fram við hana. Kubrick? Já. Hann var alltaf klikkaður. Hann var hræðilegur, hann var bara andlegt og ofbeldi, það var bara hræðilegt, en sko, þá fannst mér framistæðan hennar ekkert pirrandi, fannst hún bara frekar góð, sko. Var hann ekki bara ein taugahrúga? Jú, hún bara fór að missa hárið og bara var alveg í hakki. Ég lasi þetta ekkert, hann bara verið eitthvað ógeð við það. Hann var ógeðslegur, hann útilokaði hana frá öllum öðrum á settinu og var alltaf á niðurlæðina fyrir framan alla og lét hann að taka eitthvað 50 tökur á sama atriðinu og bara, það var hræðilegt. En þá hefur maður heyrt þessar sögur af Kubrick, hann var klikkar sem kall. En gerir góða myndir. Já, það mitt, maður svona, má ég njóta myndan hans? Já, jú. Já, ég næ aðskilja. Já. Skilur, því auðvitað það hræðilegt með þessa greiði leikonu. Ég óska engu þess að lendi þessu. Nei, mitt. En þegar ég horf á Shining, þá ég bara að horfa á svo góða mynd. Ég veit það. Og ég sá Barry Lyndon daginn. Ég eftir að sjá hana. Hún geggjuð. Vinur minn er alltaf bara, þú verður að tjekka Barry Lyndon. Barry Lyndon geggjuð. Hún miklu fyndnari og skemmtlegri en ég bjóst við. Eða þú veist, þú sér þetta svona, ok, þetta er mynd sem gerist í svona periódumynd, gerist í gamla daga, Írlandi og eitthvað svona, Írlandi og Englandi og Evrópu, annar staðar í Evrópu. En þú veist, hún er bara mjög skemmtileg, mjög góð. Hún er alveg 3 tímar og veist, það þarf að taka frá kannski sunnudag í hana. Ok, ég það kannski vera, er hún þung eða er hún... Mér fannst hún ekki þung, eða sko að stærstu leyti ekki. Þú veist, það er svona hluti af henni, en einmitt bara, þú veist, eiginlega allur fyrri helmingur hann er bara skemmtilegur. Ég verð að dröllum að horfa hana, því að ég segi, félagið mér búin að örgulega beða mig í 3 ár. Já. Bara verð að tjekka á henni. Ég held að fílar hana, þetta er algjör klassík, sko. Ég bara sá Clockwork Orange. Já. Sá ég fyrir eitthvað seint. Já. Það kannski bara svona 5-6 ár síðan ég sá hana. Já. Og ég sagði mér, ég verð nú að sjá hana. Og ég tjekka á henni. Já. Og ég var bara, djúlega er það góð mynd maður. Já. Hún er helviti góð. Hún er bara geggjuð, sko. Ein af mínum uppáhalds. Hún helst alltaf. Hún er að vera 50 ára á næsta ári. Sem er klikkun. Já, en hún er alltaf eitthvað svona óþægileg og flott einhvern veginn. Mér finnst bara svo gaman þegar maður horfa okkur á svona gamla mynd. Já. Af því nú hafði ég enga tengingu við hana beint, af því ég hafði ekki séð hana. Nei, einmitt. Þannig að það var ekki eitthvað nostalgíu dæmi. Akkurat. Ég bara vissi af þessar mynd, alltaf þekkt mynd. Og ég fíla Kubrick. Já. Hún er gert margar rosa flotta myndir. Akkurat. Og þegar ég horfði á hana, ég var bara svona, jú, ég verð nú að tjekka á henni. Já. Og ég hugsaði mér, hún er kannski svolítið gömul og eldast kannski ekki vel. Einmitt. Það er svo gaman þegar svona gamla myndir eru bara geggjaðar. Ég veit það. Ég dýrka það. Já. Veist, ég er mikið í að horfa á gamlar myndir, sko, einmitt. Veist. En hversu gamalt ferði? Sko, ég, eins og margir aðrir á ég smá erfitt með þöglumyndirnar. Já. Ég horf ekki mikið á það Nei, akkurat. Nosferatu er kannski eina myndi sem ég man eftir fljótu bragði sem ég fannst mjög góð. Síðasta þöglamynd sem ég horfði á var Comoda Caligaris, Cabinet des Caligari. Já, ég þekki bara nafnið úr Facebook-grúpunni. Já, akkurat. Hún er kenduð þessa mynd, sko. Þetta er svona fræg þýsk expressionista hryllingsmynd. Og hún er góð. Hún er líka, þú veist, maður er þakklátur fyrir þegar myndir eru bara svona fyrir eitthvað stuttar. Hún er bara eitthvað 85 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og mjög flott og bara svona, já, svona algjör klassík í svona af silent myndunum. Frá hvað er hann? 28, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svolítið... Þetta er fyrir seinni heimstyrlum. Já, það er bara alveg... löngu, nei já, alveg áratug fyrir það. Það er gamalt. Já, og þú veist, í kvikmyndafræðinu þurfti ég að horfa á 4 tíma silent mynd, sko. Var það ekki það? Það var erfitt. Það var mjög erfitt. Eftir leikstjóra hérna Metropolis og M. Þú veist, Metropolis er högul, sko. Hvað heitir það? Fritz Lang. Fritz Lang, já. Og það er bara 4 tíma þögul mynd, það er bara mjög erfitt. Ég legg ekki í það. Nei, ekki gera það. Ég horfði á hann í einhverjum hellingar hlutum bara, þú veist, bara eins og ég gat, sko. Þannig að ég mæl ekki með því, en ég fer svona, þú veist, ég er mjög mikið í 70s, en svo fer ég alveg svona inn á milli aðeins aftar, þú veist, mér finnst gaman að svona film noir myndum. Frá 50 og eitthvað. 50s emitt, akkurat.
Hvaða mynd sem kannski svona gömul, finnst þér verulega bara eitthvað, þessi virkilega eldist vel, ég get ennþá hort á henni dag og mér finnst hún ennþá skemmtileg. Já. Hver er elsta þannig myndin? Já, elsta þannig myndin. Sem þú myndir bara að horfa reglulega á? Það góð spurning. Ég ekki nógu góður í að horfa, þú veist... Oft á myndir? Oft á myndir, allar ekki í seinni tíð. Ég gerði þetta miklu meira þegar ég var yngri, en núna þegar frambóðið svona mikið, bara svona, ég verði eiginlega... Það snýst bara tíma líka. Já, ég bara svona, ég verði nú að sjá þessa og þessa, ekki þessa aftur. Þú veist, ég horfi á myndir aftur þegar er í sjónvarpinu kannski, þú veist, ef það vill svo til að ég sé með stilt á sjónvarpið, línulega. En sko, svona gömul, það gæti verið, býtum við, sko, Bondmyndirnar eru... Saman ég að hugsa? Já. Dr. No? Já, þú veist, Veist hún góð? Já, þessar gömlu Bondmyndir eru alltaf rosalega skemmtilegar, þó að fyrsta sé frá, 63 eða eitthvað. Hún er alveg heldur gömul. Já. Og þannig að það er svona dæmi, mér dettur... 62, 63. Hvað séru? 62, 63. Já, akkurat. En svo eru þessar, sko, mér finnst Citizen Kane geggjuð, sko. Ég hef ekki séð hana. Hún er frá 39 eitthvað, sko. Já. Hún er mjög gömul. Og er það alveg mynd sem hún myndir bara hvað þetta er geðt skemmtileg mynd? Já, hún er ekki rosalega skemmtileg. Nei. Það er þegar þú orðar að þannig, sko, en hún er rosalega góð. Hún er svo, heldur bara tæknilegt undur, sko, bara í kvikmyndasögunni. Já. Og það er svona kannski þá meira fyrir svona nölla. Bara svona til þess að sjá hana og geta tikkað hana á listan? Já, bara, þú veist, og bara, hún er svo flott gerð og flott skrifuð og hann bara skrifar hana og leikur aðalhlutverki og leikstýrir og er bara eitthvað, þú veist, 24 ára eða eitthvað þegar hann gerir þetta. Ég man ekki alveg nákvæmlega, en hann var 21, mjög ungur. Bara svona, já, ég er bara meistaraverk, ekki svo vel. En þú veist... Ég verði að dröndum að sjá hana. Já, ég held að finnst hún allavega athyglisverð, sko, svakalega svona, hvernig hann var að leysa einhvern veginn svona vandamál, þú veist, út af að kvikmyndatæknin var ekki það góð á þessum tíma. Nei, þá bara svona, komið með borvél og boraði bara í einhver steypu og setti myndaðinlega til þess að næði svona skoti, þú veist, það sem er svona vísar upp. Þú veist, hann hugsaði bara í lausnum, sko. Ég líka að segja að þessi tíma er svo góð mynd. Já. En svo er önnur mynd sem að... Wizard of Oz er frá svipuðum tíma, sko. Já, hún er skemmtileg. Já, ég held ég hafa nú séð hana hjá krakki. Já. En ég man í rauninu lítið eftir. Þetta er svo fræg mynd. Já, þú veist, hún er dæmumynd sem ég held að bara virkjaleg, hún er náttúrulega smá svona næv í ymsu, þú veist. En Casablanca? Casablanca finnst mér mjög góð, þú veist, hún er eina af þessum sígildu gömlu, sko, en svo eru bara svona einmitt film noir myndir eins og, hvað hét hún aftur með Orson Welles, The Third Man. Já. Hún er rosalega góð og svo er mynd sem heitir Sweet Smell of Success frá 57 held ég, það er bara, þú veist, það er Burt Lancaster og Tony Curtis, pappi Jamie Lee Curtis og þetta er bara geggjumynd, ég bara, wow, þú veist, út af að hafa ekki allir heyrt hana, en hún er bara, sko, Burt Lancaster í þessar mynd, þetta er ótrúlega frammistaða og bara, hún er rosalega spennandi, ég held að sé ekkert blóð eða neitt, sko, ekki frekar en í flestum þessara mynda, en bara, þú veist, hvernig hann leikur, bara allt sem hann segir, hann bara á skjáin í hvert sinn sem hann er bara nálægt honum, bara, þetta er svona einhvern veginn svona larger than life leikari. Það er svo geggjað. Já, þú veist, eins og eru bara í 70s, þú veist, Marlon Brando, Pacino, þú veist, þetta er bara svona Jack Nicholson, wow. Pacino. Já, nákvæmlega. Það taka bara öll atriðið og eigna sér þau. En segðu mér ef þú væri að fara í eitthvað svona spurningakeppni, kvikmyndaspurningakeppni, og það var bara peningur í húfu og allt. Já. Og bara þú verður að vinna. Og það var að spurja út í einhvern áratug. Út í ákveðin áratug. Já. Þú veist, einhvern 70s myndir, 80s myndir, 90s myndir, 60s, 50s, alveg þetta. Og þú bara eitthvað svona, ok, ég verð að vinna. Já. Hvaða áratug myndir segja að þú verður bara eitthvað svona,
ok, ég svolítið með þetta á hreinu. Það sko, ég held 90s. Já. Ég held það. Út af að maður 90s krakki, sko, það fættur 87, og það var maður svona mótar á þessum tíma og leitar alltaf svolítið aftur í hennan tíma. Þetta var svo geðugur ártug. Já, en svo töluðum aðan, sko, það er svo mikið að góða myndum og ég held að uppgöta nýjar frá þessum áratug. Og þú veist, þannig að þá held ég að svona í heildina sé mesta þekkingin þar, sko. Þannig að þú fengir ekki að velja típa myndum eins og þú myndir væntanlega velja hryllingsmyndir já. Út í eitthvað svona spurningkeppni. Já. En ef þú tekir áratug og bara svona aðhliða þekkingu, það var 90s. Já, ég held það. Já, ég held að ég væri vel að með þar. Við erum líka svipuðum aldri. Já, ég er 83. Akkurat. Myndið þú velja það líka? Já, ég held það. Akkurat. Ég líka tók bara eftir það því ég ætla að gera svona 80s þátt. Já. Og ég er svona aðeins að undirbúa mig fyrir hann. Já. Þannig ég er að fara í gegnum árin, 80, 81, öll þessi ár, eins og fyrir 90s þáttinn. Já. Og ég er að skrifa niður bara svona myndir sem kom til greina sem ég ætla að velja fyrir árið. Já. Auðvitað nokkri slagarar þarna. Já. Hvílíkir hittarar. Já. En mér finnst þetta ekkert jafnast á við 90s. Nei, það er ekki þannig. Þetta er svona, það er eins og, sko, það er meiri gæði í 90s einhvern veginn. Já. 80s kemst meira upp með að vera svona kjánalegt og svona. Já. Og maður hefur alveg gaman að myndum sem teljast kannski ekkert rosalega góðar beinlínis og eða þú veist þó að sé vissulega eigi líka við 90s myndir en það var samt aðeins meiri gæði, þú veist, aðeins betri leikur, aðeins betri leikar, aðeins skotaldara handrit í lélegum myndunum þar. Sammála. En þú veist, það er aðeins svona meira cheese og verri leikur og svona í 80s. En það er allt í lagi, sko, maður hefur alveg gaman að því líka. Já, það er bara svona, mér finnst bara svona mikill munur ef við tökum til dæmis Terminator og Terminator 2. Já. Þú veist, mér finnst gigantísku munur. Ég gerir mig grein fyrir því að það kostaði miklu meira að gera 2. Já. En mér fannst 1 eiginlega bara leiðileg og 2 er bara geðveik. Gjörsamlega geðveik. 100% sammála. Já, þú veist, ég bara svona, þú veist, ég bjóst við svo miklu meiru af 1. Sástu 2 fyrst? Já. Ég líka? Já. Ég sá hana fyrst, sko. Ég líka. Og það er alveg erfitt að fara úr henni það er það. Í fyrstu. Akkurat. Það er það og það hefur örugglega einhver áhrif, sko. Já. Bara það sem maður sér á undan, sko. Það er líka með endurgerðir stundum eins og The Ring, þú veist, ég sá bandarísku fyrst. Svo japansku? Já. Fannst japanska léleg við hliðina á bandarísku. Já, það? Já, en þú veist, ég held að það sé bara út af því að ég sá, sko, bróður minn var öfugt og hann bara eitthvað, nei, japanska er mjög góð, hvað er þetta að tala um? Mér fannst því ég sá japansku fyrst og finnst þess að ég tala um Ringa því ég sá amerísku bara á þess ári. Já. Ég hafði aldrei séð hana. Nei, ok. Og ég sá japansku þegar hún var tildur ný á sín tíma. Ég var 17 ára, ég sá hana. Einmitt. Mér fannst hún mjög skeri. Já. Og ég bara ekki svo amerísku. Einmitt. Svo sá ég hana núna bara fyrir stuttu. Og ég var bara eitthvað svona, mér leiddist ekkert, en... Nei, já, ég get ímyndað mér að hún eldist ekkert frábærlega. Nei. Hún þegar ég var mitt 14-15 ára að sjá hann í bíó og þá var ég bara lafhræddur, sko. En þá hafði ég ekki séð japansku upphaflegu. Og þetta konsept er náttúrulega mjög skeri. Þetta er mjög skeri konsept. Já. Alls samanlega það. Hún skríður bara úr sjónvarpinu. Það er eitthvað svona... Og þegar ég sá alltaf japansku, þá alltaf var þetta ekki orðið, í dag er komin memes og eitthvað skeri líka við. Og það er búið að mjólka þetta svolítið. Já. En ég vissi ekki af þessu. Nei. Ég sá japansku, ég var bara, hvað er í gangi í þessari mynd? Akkurat. Þú veist, mér fannst þetta svo skeri. Ég veit það. Og það er bara mjög ánægilegt. Ég á eftir að sjá, sko, þessar að komu þarna í kringum það leyti sem Saw og Hostel og Hills Have Eyes og allt þetta kemur. Þá eru Bandaríkjamenn í leiðinni að endurgera þessar asísku Grudge til dæmis líka. Grudge og þú veist, það er eitthvað Shutter og Pulse. Og svo gerur The Eye með Jessica Alba. Já, The Eye, nákvæmlega. Dark Water og eitthvað svona. Þú veist, ég hef eiginlega ekki séð neina af þessum orginalum. Og fæstar reyndar af líka bandarísku endurgerunum. En ég er að pæli að sleppa þeim bara alveg, sko. Og það ég held að það séu eiginlega alla lélegar. Og fara þau upprunalegu. Fara í upprunalegu.
Ég sá Eye, Já. upprænlega, ég sá Dark Water, Já. Grudge. Já. Ég sá þetta að þið gerðu nokkar Grudge, held ég. Já, það til, sko, það var að Alltaf koma 3-4 eða fleiri? Grudge 5 eða eitthvað í Japan eða eitthvað, sko. Ég veit ekki alveg nákvæmlega. Nei, ég sá fyrstu. Já. Ég nenni ekkert sjá hinar myndar. En mér varst það allar mjög fínar. En Ring er sterkust í minningunni. Já. Eða þessar Ringu, eða hvað hann heitir. Já, akkurat. Hún er sterkust í minningunni. Já. Af þessum asísku allavega. Einmitt, ég nefnilega, það var aðeins að bæta úr þessu. Ég hef ekki ég sá bara bandarísku Grudge á sín tíma með Michelle Gellar. Já, einmitt. Og bara allt í lagi, svona óþægilegt hljóðið þarna. Ég held ég hef séð hana. Já. Sín tíma. Allt í lagi. Bara aftur að læri standardart á manni, sko. En langar að sjá þessar upphæflu, eins og Pulse og Shutter, það var Joshua Jackson í bandarísku endurgerðinni. Ég held að það hafi verið tælensk mynd eða eitthvað. Var ekki líka Mirrors, var það ekki asísk mynd? Sem hann gerði með Kiefer Sutherland. Já, hann Aya. Aya gerði, mér minna að það hefur endurgerð. Það er ekki ólíklegt, sko. Fyrst og það hefur verið asísk mynd fyrst. Já, minnir að Mirrors, að mér hafi fundist fín, það er allavega eitthvað svona ógæstlegt atriði, svona rífur af sér andlitið eða eitthvað. Ég samt sá hann ekki. Ekki? Nei, ég held ég hef ekki séð hana. Oh my god, fyrir göðu ég að... Spoila myndinni. Já, einu atrið. Já. Það er mjög cool, sko. Já. Það er að horfa á þessu í speglinum og þú veist, í spegilmyndin bara byrjar alltaf að rífa andliti af. Kannski er það eitthvað gerfilegt í dag, ég veit það ekki. Það fer eftir í hvort þetta hafi verið tölvugert eða ekki. En það er þetta hljóma mjög vel, sko. Já. En svona alveg í lokin, sko fara að slóta þessu, þau erum búin að vera hérna í ágætis tíma. Já. Svo getur fara að kaupa í matinn og svona. Já, akkurat. Þú sagði að Thing væru líklegast uppáhalds hryllismyndi. Já. En áttu ykkur svona alveg uppáhalds, er það uppáhaldsmyndi? Ég veit það ekki, það er sko... Bara alveg, bara yfir höfum. Já, bara uppáhalds. Já, kannski ykkur 1-2 sem þetta eftir í hug. Já, það er alltaf að breytast í rauninni, sko, en Forrest Gump á alltaf svona sérstakann stað. Mér finnst það ekki. Já. En mér finnst það svona að vera eitthvað svona, í seinni tíð, eitthvað svona það er eins og þykir ekki töff að fíla hana. Pínu. Ég skil ekki. Nei, ég sko... Þetta er fullkomin mynd í mínum augum, sko. Já. Ég sá þessa mynd bara, ég sé hana bara svona 30 sinnum eða eitthvað. Hún var alltaf góð. Alltaf góð, ég var alltaf að horfa á hana þegar ég var yngri og fannst hún alltaf skemmtileg. Já. Bara alltaf. En svo eru kannski Elephant Man. Sem með John Hurt. John Hurt, akkurat, já. David Lynch. Já. Ég hef eftir að sjá hana. Já, ég mæli eindregið með því. Já, ég verð að bæta því. Hún er svona eina af þeim allra bestu sem ég séð. Já, hún er það ofalega? Já, hún er það. Hún er bara algjört meistarverk. Það er bara, hún vekur tilfinningar hjá manni, maður bara missir eiginlega andan, sko. Ok. Það er bara alveg topp mynd. Og svo svo finnst mér Midnight Cowboy með Dustin Hoffman og John Voight. Já. Algjörlega geggjuð, sko. Held ég ekki séð hana heldur. Nei. Og hún er ekki 70s mynd? Hún er næstu því, hún er 69. Hún er svona gömul? Já, hún er alveg gömul. Ég hefði giskað á 79, 78. Já, nákvæmlega. 69? Já, gömul mynd, sko. En Clockwork Orange er mjög ofarlega líka, sko. Hún er eina af mínum uppáhalds. Já, þannig að þú ert svolítið í gömlu? Já, ég held það, sko. Alveg gömlu? Já, en svo var alltaf City of God, þarna brasilíska. Hún var heldur góð. Miklu uppáhaldi. Já. Mér er pínu erfitt að velja einhverja eina, og svo eru myndir sem ég sé nýlega. Það er sovjersk mynd sem heitir Come and See. Er það stríðsmynd? Já, gerist í, annarri heimstyrjöld í Hvíta-Rússlandi. En er þetta ekki gömul mynd? 85. Já, einmitt. Já, þú veist að sjá hana fyrsta skipti. Já, ég sá hana í fyrsta skipti bara fyrir 2 árum eða eitthvað. Og hvernig veist þú hún? Bara virkilega góð? Geggjuð, sko. Og þú veist, svo sá ég aðra rússneska mynd sem heitir Solaris. Hún var endurgerð með George Clooney. Já, ég sá ekki endurgerðina og ég hef ekki séð upp. Nei, einmitt. En sko, þetta er bara, þetta er 3 tíma sci-fi mynd frá 72, þung, þú veist, rússnesk.
ég er bara svona, ok, þetta er eina af þeim klassísku, ég er svona kvikmyndanörd, mér langar að sjá þessa klassísku. Þú verður að sjá hana. Já, og svo er hún bara geðveik. Já, er það? Já, ég trúði ekki hvað hún var góð. Þú veist, það er svona, ég bjóst við að mér myndi leiðast meira. Já. Sem var kannski tilfelli með mynd eftir sama leikstjóra, Tarkovsky, Stalker heitir hún er líka 3 tímar sci-fi og hún er þyngri og leiðilegri sko, góð samt en erfiðari að horfa. Ég á rosalega erfitt með mjög þungamyndir. Já, þú veist, Stalker er svona þyngri myndi ég segja, Solaris gerist bara í geimnum og bara svona geggja pælingar í henni, geggju samtöl og þú veist, maður er alltaf uppgötað eitthvað svona nýtt, sko. Já, það er alveg þessi kúlu að vera kvikmyndahámaður. Já. Það er enginn búin að sjá alla myndir. Nei. Maður getur alltaf verið að bæta sig og sjá góður og gamlar. Ég veit það, mér finnst það mjög skemmtilegt, sko, og einmitt hefur verið svona aðeins í því, á þessu ári. Svona, en það eftir þessa og þessa. Veist, ég þarf að gera lista. Og það er svona nokkri sem ég verð að sjá, eins og Citizen Kane. Já. Ég bara verð að sjá hana. Já, einmitt. Ég held að bara sem kvikmyndanörd sé það bara algjört ráð, sko. Kannski finnst þér hún ekki skemmtilega, en þú veist, hún er svona einmitt sögulega merkileg. Hún er bara ótrúlega velgerð, sérstaklega, og svona hún er svo mikið svona fullorðins mynd, það er svo skrítið að bara 20 og eitthvað ára gamall gæi hafi getað gert þessa mynd. Já, ég bara, eins og segi, ég þarf bara að tjekka hann. Þú ert að selja mér þetta? Já. En það er búin mjög gaman að fá það í dag, Gunnar. Bara sömuleiðis gaman að koma. Bara virkilega skemmtilegt. Heldur betur. Það er alltaf gaman að nördast. Já, alltaf. Við getum verið að tala, ég get að tala í 5 klukkutíma. Já, auðvitað. En ég vil ekki að konaðin fá bara enga mat í kvöld. Það er bara takk hérlega að koma. Já, takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann. Og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri. Og þið getið hjálpt mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts. Svo er ég líka á Instagram og Facebook. Endilega fylgjum við það líka.